4, það föstudagurinn 19. maí og FM 95 blöður hafið göngu sína og ég held drengir ef ég var alveg hreinskilinn að ég hef aldrei verið jafnmiklum gýri sem þætti og akkurat í dag. Nei, Steindi hann segir oft aldrei verið betri, ég hef aldrei verið betri. Þú ert með kúrikahatt og þú ert bara í toppmálum núna. Já, og það hafði ekki með titilinn. Já, takk fyrir það. Til lögum með titil og króksarar. Já, bara allir króksarar og skafferingar sem að hlusta og ég veit að þeir átti þetta svo skilið. Já, þeir eru núna ef allt er eðlilegt ekki búin að sofa í eina sekundu. Nei, svartir komnir í gýrin að hlusta það fyrir 95 blöð og uppskýra hátíð í kvöld. Það er rosalegt maður og ef eitthvað lið átti þetta skilið þá er það stólandi. Það verður bara að segjast og bara respekt af Valsara, þeir unnut í fyrra þannig að það var alveg kom tíma á Tindastóll myndi vinna þetta einu sinni. Eikóks okkar maður sko, það er okkar maður en ég held að hann meira segja að sé bara, þú veist, þeir tók þetta í fyrra. Nei, Eikóks er stemningsmaður sko. Ég átti ógeðslega skrítið moment með Eikóks í gær eftir leikin að ég hitt hann og ég var svo high on life hann auðvitað bara nýbúin að tapa 8 leik og ég sagði bara við hann bara Kristi, ég veit ekki hvað ég á að segja við ég bara veit ekki, mér líður svo vel og mér er svo ömulegt að þér líði illa og eitthvað svona, þetta var svona skrítið moment og hann svo bara, hættu þessu bara að fara að skemmta þig maður, svona er þetta Eikóks er bara, hann er toppmaður. Það er líka, þetta með leiðis og hann og Kári var að fara að klára þetta bara 2 tímpúli. Þetta var svona djöfullega Kári góður í körfubolta. Þetta tvíegi er rosalegt sko. Þegar hann var að keyra inn og dissa hann á hann hérna, ég er bara svona ég held að hann myndi vinna Steindi þryggjastæðakeppni, myndi segja svona, ég eiginlega fór að fullera það. Hann myndi gera það þó hann var dauða drukkin með bundi fyrir augun. En þið tveir myndi alveg örgla svo standi í hárinu á honum. Já, ég ætti mest að segja svona eitthvað fyrir henn. Það er nokkuð ljóst. Þú ert að breytast í mig maður, við erum að viksla hlutar, ekki dyrka. Nei, það verður að rósa hérna völsurum. Ég veit að það eru örgulega leiðist að hlusta á þetta en bara störlaðir og öll umgjörð þarna því fyrra það voru ég með leiðindi og reif þarna hákstamlega sambandi. Já, núna það var bara allt upp á 10 og ég er ekki að segja þetta því en akkur tókst ekki eitthvað sambandi núna? Það er svolítið your shit annars. Þurfti þess ekki, hann var bara allt upp á 10. Þetta var Jesus. Þú varst líka courtside núna. Í fyrra varstu í monkey sætum sko. Já, sko ég er það hjátrúarfullur að því við unnum til ég var á sama stað í leik 3 þá bara passaði mig, ég mættu mjög snemma og náði nákvæmlega sem að sætum. Ég var það á sama stað og með sömu menn með þig líka. Ég hringdi strax í það bara, þeir eru happa Steindi er mjög óhappa. Ég hef aldrei farið að leik með honum og unni. Já, veist þú, þetta taka hann með, tökur bara Come Johnson. Hörðu, Johnson hefur hann bara farið á sigurleikin? Já, hann er algjört hann er lukkudýra. Ég veit það. Það er rosalegt. Þú rótið hann bara svona, hann er svolítið bara shit. Já, ég meina, sko, Grettismenn sungu líka bara hérna, við fengum hann bara Eiður Smári, við fengum hann bara Eiður Smári. Það er geðvikt, en Blöð, af hverju fórstu ekki að dettja með liðinu og svaraði núna? Ég bara var gjossanlega búinn á líkamann sá. Það er mjög fyndið og nú ætla ég að segja eitt ég er búinn að segja í blöðkastinu og hérna í FN blöð bara þegar Tindastóll vinnur þetta ég mun fara bara á 3 daga bendir og vera eðlilega. Í gær á leiknum ég var bara svo dreinaður bara gjossanlega búinn ég var svo sveittur hatturinn minn, kúrikahatturinn minn hann held ég ónýtur við gáðum með geggja hann svona leðurhatt hann var bara ógislur eftir hann var rosalur og þetta var líka, veist þú ætla búin að vera á vikubendir þetta sko nei, ég nefnilega sko, ég var skynsumar spila líka inni, Steindi, þú varst ekki í ferðinni þá hagaði mér svo maður það er Steindi sem dreifir það munar öll að hafa Steindi var heima ég kom heim bara, það var engin hetta það var bara heim, kasta töskun aðsjór og beint á hlýðarenda og beint í kastan hvernig fór það yfir að vera mér að kenna að þú hafði ekki farið og dotti eftir leik þú varst ekki með í Amsterdam-ferðinu nei, en bara ég var að svara því ástæðan fyrir ég endaði ekki Ölver Steindi var ekki með nei, ég fór heim gjössanlega búinn á því opnaði kampaðinn og horfði á leikinn aftur og hérna söpvei körfuboltakvöldið ég horfði á þetta allt bara með gæsahúð og eiginlega bara grenjandi þessi leikur var rosa heim og horfa á þetta aftur Jesus Christ þetta var mest spennandi leikur sem ég séð og þá tek ég allar íþróttum með sko ég var að tala um Björlin eiganda Ölvers áðan hérna já hann er skellilhægandi og hann var að segja bara að rugli sem var í gangi á Ölver í gær sko he had a hell of a fucking time króksara voru mökkaður á Ölver í bara 80 klukkutíma þetta var svo fallegt þetta er rosalegt ég fór að grenja sko þú varst líka búin að segja að þú ætlar að fara að grenja þú sagði okkur daginn
tindalokar þessu. Ég grunaði af því að ég táraðist eftir byggarúsleika. Hver huggaði? Engin. Þetta var... Ég vil huggaði. Svo fáðu öxlina og lemja þess að bakjaður. Láta þig rópa. Ég talaði við Svessa í morgun, hann fór að gráta líka. Já, þetta var... Það bara grétu. En fór húki með hann svona gamli skólan á króknum. Fór hann að græni líka? Örugla. Pottit. En Landaköss? Nei, hann er ofharður. Landaköss harðar húki með? Já, Landaköss er harðastur. Hæ? Ég ætlaði alltaf húki með. Ég held að hann var í svo síðasti af okkar vinahóp til að fara að gráta. Hvað gera? Rekta bara eina og silkist lagur? Drap í og skallanum á sér. Var Kussi mættur á leikinu? Nei, Kussi var ekki á leikinu, ekki sérið heldur. Nei. En það var af því að það var svo mikið af tilfinningum inn í þessu, er að því að þegar við vorum 5 stigum undir og lítið eftir, þá var ég bara komin, ég horfði bara á þetta og hugsaði með mér, ég var komin svo langt niður, ég var bara svona, ok, okkur er bara aldrei ætlað að verða Íslandsmeistari í körfubolta. Og byrjar að hugsa þetta og segja Gumma og Eið bara, þetta er ekki hægt, þetta er óþolandi, við eigum þetta svo skilið og ég var alveg svo ógeðslega svartýtt og pirraður. Og þegar leikurinn kláraðist og það kemur bara ég sé að Kári heldur ennþá á boltan, þannig að þó hann hefði hitt, ég vissi að þau myndi skoða til sjónvarpinu að leikurinn var búinn þegar hann náði ekki skotinu sko. Ég hljópin á völlinn og ég svona blakkað út. Ég er ekki að grínast, ég sá ekkert í smá stund og svona einhverja stjörnur og var bara þessi ekkert hvert ég var að fara og fagnaði bara alla sem ég hitti og sko, þetta var svo sturglað. Ég var að tala við Svessa í morgun þetta og að því að hann kom með góðan punktin í sumræðu sem er svona gleymið svolítið að Woods sem er bara MVP leiksins held ég sá að kaldur á línunum man. Já, en málið er að sko hann tekur 3 í röð á vítalínunni og Svessi vildi meina að það væri worldwide, bara NBA líka, allt erfitt mission að taka 3 víti í röð og hann gerir þetta for the win í þessum leik á þessum moment. Já, og líka það er rosalegt. Ennþá stærra í þessu er því að nú hef ég farið á marga leiki í síkinu og öðrum stöðum, ég hef aldrei heyrt jafn mikið læti í einu íþróttahúsi og var á Hlíðarendi í gær. Aldrei. Það voru svo mikið læti þegar annar liði var að taka víti og lítið eftir að þú gast ekki tala við manneskina sem var við hliðina. Það er bara eitthvað decibel-mæla það eiginlega skila sér heim í stofu. Ég tók þetta á the couch sko. Það er hell of a fucking time sko. Þessna er ótrúlegt hann hafi staðið og það má ekki gleyma hann tók ekki bara sér 3 víti. Þetta eru 5 víti sem hann tekur á síðustu 90 sekúndur. Já, þetta var bara galið dæmi. Ég ætla að gefa líka Stöð 2 Sport rosalegt sjárat á þetta því að sko málið það, því að þau vorst að horfa á svona stóra leiki þá yfirleitt skila læti sér einmitt ekki heim og ef þau skila sér heim þá er það allt í norðið og þetta er levelað upp á 10 þú heyrir meiri þess að svissin í netinu þannig að greinlega búið að mæka körfurnar og þú veist það er bara allt upp á 10 þetta er helvíti sko bara production level í þessu er orðið rosalegt Big Baby og félagar þetta er bara þú veist já og Garðar og fleiri sem hafa verið alltaf þetta er bara þetta er rosalegt sko þetta var bara já það er ágættis brass balls ég setja niður 3 víti í röð á þessum tímapunkti er goddamn já Tvö hefði verið svona það bara hefði heldur gott sko en að renna öllum 3 niður hvernig boltið fyrir honni hann dansar á hringmóru mér fannst að það leiði svo mínúta áður boltið fyrir honni ég bara svona hann fyrir hann svo bara brjálast allt þegar það fór sérstaklega síðasta viti hann fór alveg 2-3 hringir áður fyrir honni og Keyshawn Woods sem var hann þakkaði Jay-Z sigurinn hann er Jay-Z maður svo ég og þú hann sagði bara he was on my side I knew it was meant to be hann vissi þetta bara hann vissi þetta og hann er alltaf fættur í America er hann fættur í Asia Nei, veitu það? Ég veit það ekki, ég hef bara, það væri rosalega það. Ég er enginn fættur í Atlantic City. Þú komst með þetta eins og það var eitthvað stað. Þú veist að eins og það væri að vera staðfesta. Svo var að googla hann. Hann er North Carolina. Hálfur location. One hell of a human being. Hvað er það langt frá AC? Svona ef þú keira. Ég er nokkuð sem að okkar maður að verið í spilafíklaferð og heimsækja bara æskuslóðir hans. Sign me the fuck up. Ég er til að fara að skoða æskuslóðir hans. Það var bara svo steind og línu. Silkist lagur, fyrir sem kveitt sér í sík og rendir öllu liður. Svo má ekki gleyma svona áður við klárum þessa umræður. Það er ekki nema 8 klukkutímar að rúnda til AC. Hann hefur bóttið gamla þess. Það er bara svo að keira til 8 tímar, það er akkur eru tilbaka. Hann lítur á gamla þetta, Ján. 100%. Alltaf gamla AC. En King Pavel. Já. Þvílíku vinnar. Hæ?
Búin að vinna alla þessa titla. Fyrsta þjálfunarjobbi tekur við Tindastól í 7. sæti held ég og gerir það á Íslandsmeistaramóti. Já, og humble maður, hann Já, er ekkert að geggjaður reyna maður. Hann er ekkert að reyna að vera í sviðsljósinu með þetta. Hann er bara að tala að vera hann hafi bara verið farþið í þessu. Eina sem- Gefur medalínu sína. Eina sem er búið að allt pirra upp á 10 mig. og honum. Eina sem var að pyrra með King Pavel er að þessi umræða að nú var allir að tala að henda stitt á honum á krókin. Já, hann hafði Og skilið. það er eina sem finnst mér óþólandi sko. Þegar mér finnst alltaf lægi að hann myndi að stitta bara þannig að hann var haldandi á blöð. Ef að Pavel er á hringtorkinu Haldandi á blöð. heldur á blöð. Já. Og það er það, ég kvittundi það, ekki bara Pavel. Sko, Hann á að halda á Pétri Rúnari. Nei, Það er heldur herra á- Sauðárkróki. Nei, það er hvað sem er að vera að læna upp stittu með þeim Við erum búin að vera í blöggastinu búin að læna upp stittu með þér í ár núna sko, það er helviti erfitt að fara að Nú er breyta henni þetta- mikið en en nú Pavel er þetta- geti haldið á þér sko. Þetta er Pavel og blöð nú. Nei, Pétur Rúnars. Sá Nei. á það Ég elska Ég fór að gráta þegar ég sá hann gráta leik. Ég sá það náttúrulega ekki fyrir ég kom heim og horfa á þetta aftur sko. Táraðist ég aftur sko. Alltaf alltaf að fara að grænja þegar Kroksar er eftir dollina. Þetta er bara one time only shit. Ég get ekkert ákveð það. Nei, ég veit Ég það. satt ekkert að hugsa sko, við ætlum að vinna þetta og ég ætla bara að grenja. Pældi, hefði stittan verið komið Það var ekki að hugga þið, ég vil að hugga blöð. Þetta voru happy tears. Þetta ég bara grét og gleði. skelltir upp á öxl og bara aðeins Þetta var æðist. en máli er að hefði ég aldrei sagt það. en meðanst útiblöð það var kyrt inn í bakarið Já, nei, það var bara rétt áður ég fór út. er það? var Þannig að þú æðist. veist, það hefði verið kyrt á stittuna Já. ef hún hefði endað í bakarið Hún er akkur verið á þessu location sko. Já. Þannig að það er agalegt. En það er söfnun í gangi mitt með að hjálpa þeim með bakarið. Og við þurfum að leggja inn þar. En ekki treyður þessi mestari eða? Ég veit ekki fyrir öll veldi. Ég veit ekki. Þetta er fyllir, ef þú bakar í og fyllir betta keirir inn í það. Hvað er þetta Þetta treyður? er maður þá ekki insured. Það er ekki að vona. Ég held að það kemur bara komið til að setja nýja vegg Nei, þetta En rústaðist nú eru Kroksar mjög glaðir. Já. Það er allir að fara að safna verið þessu bakari sko. Já, Kroksar elskar bakari og þeir elskar hellísi. söfnunin, Það er við Kroksar keirum söfnunina fyrir nýju bakari hérna í gang bara En er right now ekki partybita og kvöld er bara hérna, það er bara Það er uppskýrátinu. Það er risa partí í kvöld rosa. Í varmahlíðinni Gamli góðu Er miðgal. þetta landaball? þetta er bara sveitaball og- Ullapeysa og Já, það er bara bring your own booze dæmi sko. Er landakvæðs Nei, hann er ekkert hann. Jú, hann getur vel við hans hérna Ég veit að Svessi er snattur á króknu núna Já, hann hlýtur að fara. Hann hlýtur að henda sér yfir Já. Og það er, það er alveg partí En þú hérna. átt til Þeir að sem vera í eru þessu þarna partíblöð sko. Já, sko, Þú átt að vera þarna sko. Ég er búinn að plana svolítið Af því að í kvöld er bara leikmenn og allir bara með fjölskyldu og vinum og bara sturlu uppskýrátt og allir mölvaðir Ég ætla að munið, ég var með á bucketlistanum mínum í blöðkastinu að hrynja í það með Íslandsmeisturinn Tindastóls Á ekki að ég veit ekki hana. Ég er spáð að gera það bara næsta föstudag Þeir ætla að bruna allir hérna söður og ég ætla að fara með þeim bara eins og ég í ammali leið og þátturinn er búin Bara á flöskuborð. Já, bara allt Já, það er rosa. Keila, út að borða, Boccia. karaoke, Hvað ætlar að flöskuborð gera með þeim? Boccia Allt líka. þetta ætlar í- Ef voru að taka boccia líka, þetta er allt Kroksar. Þeir elskar boccia. Ég skal taka boccia setti með mér Það er rosa. Já, Sko, Börðu að fara beint á flöskuborð og bara Við endum 100% flöskuborði, já Og er Og ég ætla þetta líka bara að segja öllum stuðningsmönnum Tindastóls og koma að hitta okkur sem eru í bænum Já, en Þannig það að það verður svona 2 uppskýrátíðir En þá, þú veist, það er svona 2500 mann sem verður til að koma Ætla staðurinn bakki ekki upp alla sem verður til að mæta Það var bara fyrst að koma, fyrst að fá Og Það er bara Eh. Þetta verður heil vika hjá þeim Við takit í kvöld, svo er önnur uppskýrátíð í bænum næsta föstudag. Þetta er rosalegt. Æ, Já, já. Þannig að þeir eru að segja núna bara Konar, hörðu, ég er að fara hérna á Bender Ég sé þið eftir viku Já, ég er að fara á aðra uppskýrátíð, bara þessir í bænum Já, Já, og það verður bara, þið þekki nákvæmlega prógrami sem ég er að fara með liðið í Já, já, Bon Jovi Ég er í þessu prógrami. Já, Keila, það verður rúta, Keila Boccia og karaoke Og Hvað fer jafnvel þið í karaoke? Læna því bara upp Já, það er ekkert mál að læna því Og alltaf menna Og ef það er enda einhverju veitingastæðir eða eitthvað sem vilja hýsa okkur hérna, þá bara hafið þið samband Enda með spil í hönd eða er þetta Nei, ég held að þetta enda á einhverju flöskuborði í einhverju bulli, sko Já, já Það var gaman að Ekki enda, spil, ég er hættu því, vaksin Það er því búið. Herri, ég fór ekki svona í kasino í Amsterdam Það er mjög rosalegt. weird. Það er weird Bara lokaði og Nei. við gera við það hvað er það? Bara þroskaði loka. blöð, laus við djún Það er mjög skrítið Það bara er ég Þeir róleri leiðu og steindi tekur frí Þá tekur þú bara eitthvað rólu og þessu jamfæri svo farið á æði Já, Þetta er helvíti. sko við þurfum að- Þetta er rólegasta við- ferð sem Ég ég er búin að farið í. fá skýslu frá þessari ferð Við þurfum að vera heiðarlegir, sko Þetta var ekki róleg ferð, sko Nei, þetta var samt svolítið Sérðu hvernig blöðu núna? Það er svo bara verið ytrú í svona 2-3 mánuði sko. Ég er Já, eins og já. ný Sérðu það? Já, já
Líður ekki að vera að koma í gæra að viku bendir í Amsterdam Alls ekki. Það fór í ammæli mitt Læði sig ykkur nokk klukkutíma Beint til Amsterdam Beint á hlýðarenda Lifti dollu og komur hingað núna Það sést ekki á hún Það er rosalegt Af því að ég er búin að taka þetta skynsamlega Þegar ég vissi Eftir ég sá á mánudeginum Ég var að horfa á það bara á veitingastað Hérna í Amsterdam Og náttúrulega fyrsti leikluti var sturglaður Tindastól hitt úr öllu Ég náttúrulega fagnaði bara eins og bara, ég veit það ekki og það var hérna eitthvað par út í hotni sem áttu anniversary og þau báðu með vinsalast að hætta þessum látum og ég bara svona, virti það náttúrulega bara að ég fyrir ekki, það er bara rosa leikur hérna á Íslandi og ég sló eitthvað eins á því og svo var það búið, þannig ég þurfti svona dempa það niður en svo Varstu að vera með öskara neina á veitingastanum? Já, bara þegar þristatinn hjá Arnari voru þetta, já Og með 17 stig yfir varstu að koma, hörðu þið komið, þetta er klárt Ef ég var hreinskilin, já Af því ég var svo hræddur hvort þið myndi byrja vel eða ekki og þegar ég sá þessa byrjum, hvað var þetta, 38 stig í fyrsta leikluti, ég bara, við erum alltaf að vinna Svo klikkuður á 19 þryggjastöðarskotum í röð Það var steindatölfræði það er rosalegt 19 í röð Basically skoruðu meir í fyrsta leikluta en öllum leiknum En hvernig voru Möss og Pírur hérna með leikinn í gangi og Það var ekki, þeir skildu það vel sko Þeir voru bara ánæður að ég hef ekki fresta sko Ég var líka svo ánæður, Pétur og Arnar sögðu báðir í gær bara við ákomum að býða eftir fíbliðið sko Já, heyrðu, en hvernig voru Deepest Mode tónleikarnir? Sturlaðir Er það ekki? Já, Deepest Mode er bara með betri hljómsveitum sem ég sé live ever Shit, hvað Pétur var fyndir af það maður Það var bara, á gramminu sá maður bara Máli er að ég hef aldrei séð svona klappstíl Hann var með mjög sérstakann klappstíl Hann klappaði í hring Hann klappaði í hring Ég var aldrei séð Þetta er einu vinnum sem kann ekki að klappa Og á, sko, hérna á game day þar Það var náttúrulega tónleikarnir voru þriðjudegi Leikurinn var á mánudegi Þannig við tókum leikinn eitthvað út að borða Og svo bara eitthvað smá jammeri En svo allan daginn á þriðjudeginum Þegar við vorum að fara á Deepest Mode Pétur var jafn spenntur fyrir því og ég var spenntur fyrir leiknum í gær Hann gæti ekki setið kjurr og var alltaf að spila ykkur lög í símanum og svo fyrir út að borða á svona pizzastað rétt hjá venjunu, rétt hjá sem að tónleikarnir eru Ég er ekki að íkja Ég er nokkuð vissum að svona 80% af staðnum að við haldið að við værum með hann í liðvöslu Hann var að geta hérna menjúinn og var bara og svona við tildulega eðlilegt og hann var bara að verða rugglaður af spennu Samt að fara í sjötta skiptið Ég veit það Hann elskaði bara út af lífinu Já, þetta er bara hans uppáhaldsband af öllum ljónstum Já, og svo er hann líka bara svo góð manneskja Því að þegar við setjumst þá byrja hann að spurja bara alla í kring sem var ekki með okkur, af því hann var svo peppaður hann bara spurja alla first time eitthvað og einhverju, no, second time, third time eitthvað og svo er eitthvað stelpan liðin á honum og hann bara, first time, yeah, me and my sister eitthvað, going for the first time hann bara, hey, where's your sister? Hún bara, við fengum ekki miða sama, voru uppselt hún er einhverstaðar hinum megin þá var hann bara, já, þá bara ertu með okkur bara skemmtiði með okkur, ég veit ekki hvort hún hafi viljað því hann var náttúrulega bara klappandi í ringi og allt í ringi hún er hugsað með sig bara nei, ekki bara vera einu hún er hugsað ég með eitthvað skrítin en join on já, og svo í lokin var hún byrjað að syngja og dansa bara með okkur og bara því lík stemming sko. Þeir eru rugglaðir rosalega var þið Amster og ekki í kasinu það er bara þetta fyrsta sinn sem það gerist hérna sko. Ég hef aldrei farið í kasino í Amsterdam Það er gott kasino sko með stemningar og Amsterdam er líka bara svo geggjuborg þá náttúrulega bara 20 steg hiti og sól veist, á miðvikudeginum og líka með smá ten fekk smá lit Tjóðlar ég til í 20 gráður og sól núna maður Ég fatt að við sátum á okkur sko ég og Rakel fórum eitthvað snemma vestla hérna á strákunana það væri bara búið þetta á síðasti dagurinn miðvikudagurinn og svo bara geggja við og við fundum eitthvað bara svona torg settust á það, svo komum við hérna Pétur og Sigrún, þau voru líka í einhverju mestlunulöðangri settust bara með okkur, við sátum að drekka rósaðin og spila kana gætur gert það einhvern tímann hérna á Íslandi og voruð þið búin að fara space cake þá Nei, laus við það bara sitja á torgi með sól á enninu og bjór ég þarf ekki að spila eins og þá er ég bara helviti góð í svona 12 til 80 klukkutíma Það er ekki að gerast þetta á Íslandi Það er rosalega fljúa morgun til Akureyri og Steindi það er herra og hérna konukvöld Þórs það er ekki vist við getum flogið það er spáin eins og við það er eiginlega pottið að við þurfum að keyra þetta er ótrúlega það er mæ það er 20. mæ á morgun það er ekki flogið og svo var það ekki að mánudaginn þá hérna var Holtavörðu heiðin lokuð út af snjókomu fólk ætlaði bara ekki að komast á leikin bara dómarar og leikmenn og allt bara þetta er bara nú vanlega mæ er undanfærin árum en það er svona good shit sem sömur er hægt fyrr
Þú er mæ farað að sökka líka. Nei sko, mæ hefur alltaf verið best. Ég fylgir svo með þess að því að stelpunar er báðar ammæli mæ. Mæ hefur alltaf verið geggjaður. Við erum alltaf bara, það er alltaf sól og sumar og bara geggjaður. Mæ er alltaf geggjaður. Ekki núna. Ég var að stíla það í ammælinu og Sjálandi. Það bara 8 dagar glugga og fólk getur labbað út og inn. Það var bara ekki hægt. Maður gæti valla labbað úr leigubílum og inn til ná þess að vera bara rennandi hóttir. Og rauðan dreigil, hann var fókin eitthvað. Það var ekki alveg sexy við bjóstuðið sko. Það er helvítist land sko. Þess að leiðum að þess að fáum við nokkra tógar og drögum okkur hann nær tenni. Það var mín pæling sko. Hvort það væri hægt að sem sagt, í rauninni er bara svona drilla hann neðst niðri og losa okkur að færa okkur, ég meina lítur það hægt að færa það hérna, að því að við ætlum að taka svolítið fyrst innkomina í hérna leiki gæra það allt, svo bara fyrir við hefðbundar dagskráralið. Hvað hérna voru þið sem hlutleysi menn, þið náttúrulega ekki hlutleysi, ég veit ég heldum með Tindastóð en voru þið stressaðar að horfa? Já, aðalega bara hell of a time sko, en það var svo jafnt þarna í fjórða. Það var svona nána staðin upp hann í lokin sko. Ég stóð upp, ég var bara stressaður. Þetta var rosalegt sko. Þakka bara báðu liðin, bara takk hella fyrir mig líka, Þetta var ekkert hella gaman að horfa á þetta. Nei, og svo var þetta ekki bara karvan. Handboltinn var líka svona spennandi. Það var bara búið að vera. Ég sendi á því, ég var að horfa á afturheldingu auka. Þið var að pakka saman þar. Já, við vorum óöfnir. Mættu þú leikinn? Já. Jinxi, ég fer að kalla það Jinxi. Þú ætti ekki að mæta þig, þú ætti að vera heima. Ég bara mætti á það marga sigurleiki að ég get, þú veist, þetta er eins og þegar þú veist nafnið fyrir mannjuleikina, þú veist, auðvitað er maður alltaf á einhverjum þú veist, maður getur ekki alltaf unnið, bara því miður, það væri gaman sko. Það var agalegt að vera að kalla það Jinxi Það satar hann með orðina, celebkamið kom nokkuð sinnum á okkar mann sko. Rosalegt. Ég elska líka Íslandi byrjuði að vera með celebkams. Þetta var málið svo Karvan að gera núna Celebrity Cam og svo fara að sjá the celebrities, zooma á það og nafni kemur, I love that shit. Já, það var líka, ég vaknaði þunnur í morgun, þá var búið að senda mér einhverja greina sem að stóðu hérna fallega og fræga fólki, það var einhverja mynda mér, svo skoðaði ég kommentin sem betur fyrir á ég bara það góðan dag, þetta gati ekki börta mig, svona komment bara, Guð minn góður, kannski frægur en fallegur, Guð hjálpi mér, þetta var allt eitthvað svona eins og ég sé bara forljótur. Nei, það var alltaf fullt af öðru fólki að það. Þetta var ekki bara grein með því. Áslögu Arna og Gummi Kýr og fullt af fólki. Þessi virkir hata. Ég geti skrifað BS-ritgerðum virka. Það er þegar að kemur fréttum fræga og fallega, þá trompast þeir sko. Og málið er að virki, ég veit það ekki líka sko, að Blöð vann sexiest menn á ævinn sem í Íslandi. Það er 20 árið síðan sko. Það er það ekki bara að gleyma því. Virkir eru með attention span that can be measured in nanoseconds. Það er bara þannig sko. Ég skoðaði greina, það var alveg 20-30 manns að Blöð ekki taka þetta inn á sig. Nei, ok, ég sá bara fyrirsögnin og ég var okkur að mynd þarna. Já, nei, fólk hefur ekkert að tala Blöðar. En mála það er ekki sem getur komið úr jafnvægi þetta sko. Nei, það er bara staðfest. Með kúreka hatt og þetta champion. Þú sólbrot og brannstað sem er að luxury að geta brunnið sko. Ég er svo til í þetta. Og herru, ef að fara hans yfir þáttinn sko, ég veit ekki eins og hvað er í spurningkeppni Gilsarins. Herru, út af að þú varst að koma Viku Bender, King of Bender. King of Bender, ok. Skemmtileg koncept. Við erum allir þeirri þrjú farið á Benders. Já. Hver er kóngurinn? Já. Við erum með þekkið ekki í fyrsta sinn í langan tíma, drengir. Ég er búin að semja nokkra spurningar og það tengjast allar svolítið í gerkvöldinu. Svo erum við með sturla stað. Fellow Kids er á sínum stað, ekki? Fellow Kids er á sínum stað, rétt. Og hvort myndur þú frekar Deluxe Edition? Já, hvað myndur þú með því? Deluxe Edition. Þegar yfirleitt eru við með í hvort myndur þú frekar einhverja 2 hræðilega valmöguleika. Svona einhvern viðbjóð. Já, en núna er ég bara með geggjaða valmöguleika. Já, þú ætlar að með eitthvað positíft. Já, það er bara báðir valmöguleikar eru jákvæðir og þannig að þetta er raunni, það er erfitt að velja eitthvað rangt í þessu en ég er spenntur að heyra hvað þið veljið saman sko. Þannig að þetta er hvort myndur þú frekar Deluxe Edition. Sérstaklega það er allir léttir í dag. Já. Nema kannski örfáðu valsarar. Ég er þá að rátta með Chris Aikox. Hann er núna bara með Strawberry Daiquiri Silkis lagur. Það var ekki heima til að búið hann og skilja það var ekki að hjálpa völsurum að tapa á móti Grindavík í gær líka sko. Já, herru, Skari sett hann frá miðju. Að setja hann á 50 metrunum í vinkilin. Það er rosalega. Skari og skili vodka Red Bull í dag. Já, þannig að valsarður tóku double down í gær en ég meina að þú veist það er föstudagur. Já, það er líka, ég ætla ekki að nafngreina, ég hitti nokkra sko grjótharða valsara eftir leikinn. Þeir sögðu að þeir gætu ekki verið fúlir yfir þessu, þeim fannst bara að Sauðárkrókur eiga skilið að fá eitt titil. Já, það er bara
stöðningur, allir mökkaði með kúringat, syngja þarna sólarhring fyrir leik. Þetta er fyrir Valsmenn eru stemningsmenn sko. Þeir eru búin að gleyma þessum. Það er bara on to the next. Sen eiga það mikið cash. Þeir bara þurka tárið með 10 skóna selum. Gerði ekki meira saman. Valur gerir ekki annað en að vinna titla í öllum íþrótum þannig. Þeir jafnast á þessu. En drengir, svona til að loka þessar umræði, það er uppskýrhátíð í kvöld og það er ekki tjónda í kúbla í dag. Það er bara tindastóll. Það er ekki? Já. Og þá þessar umræðan þennan sturlaða leik. Má ég heyra Þetta er fyrir tindastól en, geggjað Þetta verður nú eitthvað tekið í kvöld. Þetta er geggjað lag sko. Já, en það er bara komið að slúðri hér. Já, rétt áður. Ég er bara að fá mikið leið að taka mig á Twitter núna og spyrja múti hluti. Stendur, þú varst bara að lofa því að fá þau krókudíla tattoo ef að Tindastóll myndi loka dötunni. Auðvitað var þetta bara að lofa því. Fólk gleymir einhver. Fólk er manni, segir eitthvað shit. Já. Þá bara you better back that up. Ég sagði það í fyrra sko. Þeir unnu ekki í fyrra. Þannig að ég sko, þetta er góð spurning sko. Blöð, ert að fara að fá eitt krókudíl? Ég er að fara í þetta. Er það ekki? Jó, hvort að hafa cartoony eða realistic? Ég veit það ekki. Hvernig krókudíl á því sko, var ekki hugmyndin, þetta er bara svo logo eða þú veist. Já, það er pælingin. Ég er bara að heyra eins í bara einhver krókudíl, bara random krókudíl. Þetta er allt bakið, svo drekið bara frá raskat upp í hálsi. Nei, þetta er bara gamli góð upphandlegurinn, bara krókudíl. Já, ég er bara hérna, mér langar svolítið að setja hérna á innan með þann handlegin. Á púlsinn? Já, það er ekki, það er kannski ekki beint á púlsinn. Þá þarf það sko, þá nærður við ekki að hafa hann svona stóran og grænan, þú veist. Nei, ég þarf að finna eitthvað góðan krókudíl. Þú með rauðvínsglas stendi á vinstri upphandlegnum. Krókudíl myndi smelt passa það. Ég get sko strafað, mér finnst þið stóra ákvörðin að fara í tattoo eil. Kottu bara með okkur. Já, ég er ekki með tattoo sko. Ég er ekki með, ég er að tanna einu sinni í drömnum en I walked that shit out. Ég kem með þér og fæ mér eitthvað. Hafa engar ágjörð því. Ég stend alltaf það. Ég fæ mér afturöldinga logoðu bara. Ok, allavega nú allavega fólk búið á svar sem var að spura mig á Twitter. Já, það verður krókudíl. Ég setja á með krókudíla tattoo, ég lofa því og það kemur í sumar. Jafnvel, kannski bara næstu helgi eitthvað. Herru, eru þið tilbúinir? Við erum klárir. Já, samt eru þið tilbúinir, sko. Ertu að fara að keyra okkur í slúður? Já, þetta er slúður. Já, þetta er ekki. Þetta er allt slúður leikmenn í Tindastól. Þess er að deyta þennan og eitthvað þannig. Það er geggjað. Ég er bara á ekkert nóg mikið af slúður leikmenn Tindastóls. Eða eitthvað landaköss og eitthvað sem er tengt í Tindastól. Þetta er allt tengt. Þetta er bara einhver ný sambönd allt saman. Þetta er ekki að gera því. Já, þetta er ekki besta sambandi. Nei, þetta er besta sambandi, besta slúðri. Megan Fox og Machine Gun Kelly. Þau eru back on track eftir Split Rumors og elska hvort annað og hafa alltaf elska hvort annað og segja bara ekki? Já, þetta er svo mikil viðbjóður sem ég er að lesa þetta. Þau segja að þú elskar eitthvað svona rosalega mikið þá verður það stundum of mikið og þess vegna eru við að hætta saman og byrja saman aftur sko. Óipa. Já, þetta er ekki hægt. Elskar hvort annað svo mikið að þau bara hætta saman. Já. Það er þú elskar eitthvað nógislega mikið þú er lof mikið, þú elskar það mikið þau verðilega hætta saman. Já, ég aldrei heyrst þetta áður en þetta er svona þeirra philosophy. The take. Það má ekki gleyma því, þetta er fólk sem er að drekka blóð hvort öðru og eitthvað. Já, þau eru ekki að fara að vinna á Alvotex sko, ég get lofaði því þessi. Það er 100% sko. Já, þetta er svo stórfurðulegt, ég nenniði ekki bara fjalla um það. Ég þólu það, ég get ekki sagt ég þólu það ekki, ég þekki það ekki, en mér finnst þau eitthvað skrýtin. Já, en viltu fá völvuna eða? Nei, það þarf einhver snilling til átt á því, þau verða hægt saman á. Sko ég reynda væri, ég er áhuga maður hvað þú ert accurate í þessu stendi. Segðu mér hvað kenna það hægt saman. Ég væri til að fá bara dagsetninguna, þegar þú það er góður í þessu, þú er líklega neglir það. Bara klukkan hvað líka. Mér grunar að það sé svolítið langt síðan þau voru á forsíðunum, þannig að þetta er ágætt, en ég held að ég myndi giska á fyrir jól. Fyrir jól, ég tek undir það. Það er rosalega, það er bara hálft ár. Svo eigum við bara. Já, þú veist, en skilji, þú veist. En ég er bara hægt að fjalla um þetta. En ef þau væru sér bara actually bara, en ef þetta væri allt satt sem þú ert að lesa. Já, kannski er það þannig, kannski er það degjur ást. Ég gruna að sé, veist, eitthvað sterkar en áfengi þarna í kringu þau stundum, sko. Já, hald ekki við jólinu. Já. Það er ykkur sveppaveislu, sko. Já. Sveppaveislu? Það er 100% sko. Já, þetta lýsir að þau drekka blóður hvort öðru. Ég held að þau sé bara að fá sér einn ískattan túból, sko. Ég held að sveppindi séu búið að fleia sveppunum undir þau börsana. Ég held að þú farir ekkert að drekka blóður næstu manneski á þeim. Ég held að þetta sé eitthvað allt annað sem þau eru að gera. Veit ekki, hef ekki prófað. Svo er það Charlize Theron. Það er kona sem ég til að fjallum. Já, hún er ekki. Sturlu leikona og með allt upp á 10. Hún er komin nýjan kærasta. Svo heitir Alex
Dimitrievich og ég fyrir þetta Já Alexander Dimitrievich Alex Dimitrievich Ég veit hann hugulegur áður ég flett honum upp Það er bara þannig nafn sko Já, hann er fyrir þetta Ég var vel gert hjá henni að ná í Pretty Boy Já, því að sko Egil er alltaf að segja að þetta liði vilji bara með frægur fólki, hann er ekki frægur Nei. og Hún er ekkert að En hann er módel sko Þú veist maður, módel er undartekningar sko Já, ok, hann er út módel þá þarfst ekki að gera frægur Já, hún er bara Ég veist ekki að eini módel skilja Vinnum við að vera módel bara, Ég er að skoða núna, Guð minn almáttuður sko Hvað? Bara hugulegur Já, ok, bara enda er hún eins og hugulegast Já, þetta er eitt hugulegasta par það væntanlega bara núna í Hollywood Já, ég held með henni Já, hún er töffari talandum sambönd og þá Kanye West og eiginkonan hans Bianca Censori þau sá saman nýverið á veitingastænum Kekkonísi, nei, gerast Það er eitthvað rosa gúrka Já, þetta er ekki gott slúður Já, ég er gaman að þessu Nei, ok, ég ætla að enda slúðurpakkan á Harry og Meghan Harry Old Harry Harry Old Ísland. Pal Það mun eftir aðriðin í South Park þegar að þau vilja alls ekki verið fjölmjölu en eru þarna á hestbaki að spenninga rakettur fyrir þannig sér Sko, þau eru núna með einhver claims að það hefur verið næstu búið að drepa þau af paparazzium í New York og það hefur verið eldatna götur Núna er það bara að koma frá hellingastöðum að þetta sé algjör bara hrossaskít Eitthvað íkt að það sjá um hana Ekkert smá, með þess að löggan og fleiri í New York eru bara mjög ósátt með hvernig þau segja frá þessu Þetta er víst Þú elskar gott drama, bara þau langt- keira Já. drama alveg vel Það er svolítið þannig, það er eins og líði best bara ef það er þvílíkt drama í gangi Já, ég meina þau eru ekki að reyna að halda sig frá forsíðunum, sko Þannig að Já, sko, Alveg samkvæmt ljós. upplýsingum lögregluna var atveki mun minna dramatist en Hertog og hjónin vildu vera að láta lögreglubít og öryggisbíl frá enga fyrirtæki að þau fyllt bíl þeirra og þetta var engin í hættu þarna sko því að þau komu vist hérna með einhverja fréttur að þau hafa verið lífsættu bæði í 2 klukkutíma og svo var þetta aldrei í 2 tíma hérna heldur og eitthvað, það er allt bara Já allt í einhver rugli Já, þetta En var þetta er vantarlega tengt við móðir hans og Já, það reyndar, allt já, og það var hérna- náttúrulega hræðilegt enni En hérna, já Þetta var samt góðu móli það Mann ekki ágætur Jú. Ég er náttúrulega Þú varst ekki með tindastólstema, ég var til að heyra hvað Þú veist, er mensvers fullur akkurat núna Það er netru, hvað landa hvað sem gera Fór húkimenn í blackout og ölveri gæði Ég veit til að hafa þetta slúður Já, það er íslenskluður Það er steindið að vera með það Reyndar er inboxistrákar að fyllast hjá mér Ég Það gæti ekki. þurft aðeins að fara núna Það er löngu sortera kominn tími á íslenskt Já, slúður. það er bara allt í gangi hérna, Þannig að ég Er það ekki? Við heldur þurfum að fara að skoða það, já Við skuldum auglýsingar, svo ætlum við þekkið ekki í fyrsta sinn í smá tíma. Takk Þetta er sigurverðin í Eurovision 2023 Loreen og drengir verður ekki bara við ekki þetta er drullu flott lag. Jú, Frábært lag Þetta er sigurveri á dómnendinni Já, en finnarnir þínir rústuðu hérna. Almenningur kaus Finnland Já, það var líka Það var ekki geggjað. nóg Það er dómnendin Alltaf dómnendin líka, veist Þetta er ykkur 4-5 einstaklega í hverju landi sem lífilt þetta lið sem er allt niður úr sér, sko Og það lið er stjórn 50% af result, sko Það er alveg skemmt Það á náttúrulega ekki að vera dómnend í þessari keppni Það er Nei. staðfest Þá að ég rakað inn cash Það er ekki hannig Hvað berði þetta gegn stenni? En Það ég er sko þetta gegn Í hvort myndur frekar Deluxe Edition á eftir Þá er ég með Eurovision-spurningu Ok, Það er bara takk hérlega fyrir það fíla það. En herði, já, ég er að spá ég drengir að gera þetta svona bara svolítið kósi hérna, herri Nush Já, nú svolítið síðan, þetta var alltaf þá hjá JJ okkur og GTRN Já, okkar besta fólk Hún er með kósí. ástin er hrein því að við erum að fara í Kósí þekkið blöð? eða ekki Er þetta á kósiblöð? Hlíti, já, þetta er pottit og kósi Ekki? Jú, Er verið að uppgreita kósiblöð eitthvað? já, ég var að setja inn 3 lög daginn Öss, hvaða lög voru það, Ég mannstu það? setti Sitting on the Dock of the Bay Svo setti ég hérna Man ekki hvað heitir, ég var Against the Wind Það er þetta lagið Against the Wind Já, muni geti þér Seems like yesterday Against the Wind But it was so long ago And none of us you the queen of my heart Gekkja lag, sko Já, en þetta er vantilega þá eitthvað svona Er þetta fólk í ástarsorg sem fer hann inn eða er þetta fólk í rauðvíni það var pókerspilar hérna sendt mér sko Daniel, einn besti pókerspilar landsins notar þetta á mótum og sendir mér að vera sturlaður playlist Hvað er konceptið með gæjan og í coverfotóinu? það er eitthvað sem komst í þetta það var eitthvað sem gerði þetta hérna í tölvun, voru það þið eða? Nei, þetta er myndin í kósiblöð Já, ok, nú veit ég hver sett þetta Bara einhver sköllóttur Byrju, af hverju ertu með þessa mynd? nú, ég var að hugsa Hvað þetta grínist þið var? Nei, ég var að hlusta Er á þið þetta Richie? fluglinni þið hefur komist í þetta Nei, Við? ég Já. sverða ok. Ég er ekki í tölvu, mér er ekki hleyftist tölvu Nei, ég Þetta var bara- alltaf verið Richard Já. sem er alltaf, hann vinnur við að vera comedian Ég gæti gett gunpoint skiptum mynd Ekki inn á heldur. Spotify Nei, ég skipti Spotify opið hérna síðasta fyrstu þá var eitthvað húmor sem gerist Skipti þessari mynd út
núna. Já, ég að gera, ég bara kann það ekki. Þetta er ekki, þú veist. Og nýju Það lögin. verður með bara rauðvínsglös. Settur nýju lögin neðst eða? Ég gerði alltaf, ég kann ekki hitt heldur. Þú veist að nýju lögin að fara efst. Hvernig ger ég það? Og þú veist, fólk hlusta bara efstu 10 lögin, sko. Ég geri bara, ég íti bara bæta við spilunarlista og þá fer það neðst. Því annars er fólk alltaf að hlusta sömu lögin. Nei, þú átt náttúrulega að fara bara inn, þú getur sjöflað. Fólk sem elskar playlista vill að þú breytir efstu lögun. Það er bara að gefa þér award-winning tip núna. Ok, en þá var ég að læra það. Já. Ég kann það ekki. Ég geri bara bæta við playlista. Ég Það er ekki stress. Ég hef aldrei sett lag inn á Spotify. Ég get ekki hjálpað þér. Ég er mjög slappur. En þekkið ekki, sko. Ég veit ekki hver á ég að fara fram með að Stonefucker byrjar eða hvernig það er. En ég ætla að segja ykkur núna strax að þetta tengist allt gærkvöldinu. Ok. Svona bara, já, þessum leik sem var í gær. Já. Og það er körfuboltaspurningar. Nei, ekki alveg. En þetta, fyrir út. Þið heyrðu það bara eitt smá. Ég er bara með 3 í dag, þannig að það eru ekki 4. Á ég að byrja kannski núna? Já, Egill, vilt þú fara fram? Ég vil alveg fara fram. Já, farið fram þá. Er það ekki? Já, sestu við prentaran. Taka smá prentara og er partí frammi núna? Nei. Herru, það er ekkert partí. Nei, ekkert partí. Mjög skrítið. Það var partí hérna daginn. Já. Herru, þá sittum við 2 hérna, Steindi, herst ekki góður? Jú, ekki. Ég er bara til í þetta. Já, ég líka. Þá er það fyrsta spurning. Hvað er uppáhalds íþróttafélagið þitt í heiminum? Það er Afturelding. Aha. Já. Ok. Í heiminum, sko, en svo náttúrulega eru svo Newcastle kemur þarna fast á eftir, sko. Skrítið samt að það komi fast eftir að þú getur ekki nefnt eitt leikmaður, sko. Ég sko, málið er að ég er búin að styðja klubbin sen ég var bara unga barn. En þú ert ekki svona passionate íþrótta, þú horfir ekki á leiki ef við erum bara hreinskinn núna, þú sest ekki og býður eftir núka, þú horfir ekki eins og byggarúslitinu þegar við vorum þar daginn. Ég sko, málið er að þetta er alltaf áslulega erfiðum tímum. Þetta er alltaf bara klukkan 2 á daginn og helgar. Ég har 2 krakka, sko. Ég veit ekki alveg hvað ég á að gera við þau á meðan, sko. Nei, einhvern veginn finnum við tíma til að gera aðra hluti. Já, þetta er rosalega erfiðu tími. Eins og UFC, það er bara þegar allir eru sofnaðir. Ég missi ekki UFC, sko. Það er reyndar. En það er helviti erfitt að sæna sig út meðan dag, sko. Þú ert reyndar all in þar, ég geði það. Þú veist allt UFC og svona. Já, ég fylgist með öllum. Mér er það bara þegar það er eitthvað skýta kart, þá er ég að horfa, sko. Herru, þá er næsta. Já. Hvað er mesta stress sem þú eru upplifað fyrir utan börniðinu? Því ég get staðfist það bara. Ég held ég hef aldrei á ævi minni verið að stressaður að gera það. Ég kannski United í meistaradeildinni, en þarna var, nei, ég held ég hef bara aldrei á ævi minni verið að stressaður fyrir utan þegar Rakel og regnast þetta. Nei, ég bara skil þig að því að ég var með hvað ég var stressaður í gær. Já. Þá væntanlega get ég margfaldað það svolítið með þig. Já. Þannig að sko, mesta stressið, þú veist, að því að sko, ég veit og heldur að ég sé mjög stressaður maður. Þú ert það. Já, en ég er samt líka. Þetta er ekki eitthvað sem ég held, þetta er eitthvað sem ég veit. Já, en ég er líka samt sko, þú veist, stemningsmaður og þetta er kærulaus og þú veist, ég er ekki, þú veist, það er ekki alvöru stress beint, skilur. Þú veist, þannig að ég er að tala um svona, þú veist, alvöru stress, þú veist, fyrir utan, þú veist, það er mér datt í hug sko þegar undir trénu var frumsýnt á hátíð. Okay. Það var stress sko, alvöru stress. En sko nei, veistu hvað, ég held að toppi þetta. Hvað? Ég held að gæti verið þegar stóð í blöðarum. Það var alvöru stress. Já, viðbjöður. Það var alvöru stress. Þegar þú bjargaði lífið minu. Já, þegar stóð í blöðarum. Það gleymist þú bjargaði lífið minu. Mér finnst þú ekki með að gleyma því. Nei, ég gleymi því aldrei. Það er alltaf að gleyma. Við vorum að ræða þetta út í Amsterdam, sko. Það var nefnilega sko að þetta var svolítið komíst mómenta þegar það var svo mikið að komedians á staðnum. Já. Þannig að þetta varð allt í einu svolítið komíst. Að búa 2 sjúkraþjálfarar í liðinu með þau heldur verðum að taka upp TikTok sem er alveg hræðilegt. Sáuðu þetta út um gluggann? Já, sáuðu það alltaf bara ráðast á mig. Ég heldur við verðum bara að taka upp eitthvað því að þau kunna heimleik. Hæ? En þetta minnir með það, ég er ekki enn búin að læra það eftir þetta. Ég lofaði sjálfur mér, ég ætla að fara að læra það. Já, ég gerði það enda líka sko. En ég veit líka að það virkar að bara fleygja fólki út um allt. Hann fór niður en ekki bitinn. Það var held ég bara, það var stress sko. Það var hrikald stress sko. Ok. Það var líka skeri sko. Krakkandir allir þetta. Það var óþægilegt. Það var hrikald. Já. Þá er það síðasta og það er líka tekið skerkvöldunni. Hvað færið er gæsahúð? Já, bara hvað færið er gæsahúð? Hverju færið gæsahúð?
Gæsáð Manstu hvernig hún fekk síðast gæsáð? Bara eitthvað sem gave me the chills Já Ég held að sé, þú veist náttúrulega bara þegar mann er kalt Nei, Fær maður gæsáð? já, ég er ekki að tala um það Nei, nei. Ég er að tala um eitthvað sem er svo geggjað og fær bara gæsáð Eitthvað sem er geggjað Já, Býttu hvað minnur ég fekk gæsáð í gær og var ánægður. Yfirleitt fær maður gæsáð sko. Yfirleitt rísa hárin ef það er eitthvað skeri Nei, líka bara ég fekk gæsáð við lægi á tónleikum sko. Já, sko Ég fekk gæsáð á Deepest Mode tónleikunum þess að Já, ok, ég sko Þeir tóku hérna Enjoy the Silence Já, ég, sko Guaranteed gæsáð Það er þegar einhver sker sig Eða Já, það er þú ert að- papercut Eða er næstu búin að klemma sig Þá fæ ég bara svona Þá bara, ég finn bara dofan í Þú löpunum ert að Ef ég held að einhver hafi verið að klemma sig Þú ert að tala um hroll Já, Þú færð hrolli við því gæsahúð Ég Gæsáð er jákvætt Alltaf sé ekki bara gæsahúð Ég Maður fær ekkert oft gæsahúð, sko Nei, ég hef oft fengið það samt. Já, já Ég held að vera að tala um bara svona Hvað gefur manni the chills Nei Ég ætla að sé þá ekki bara Ætla að sé þá ekki bara að vinna einhverju geggjöðu killi í Call of Duty Mér finnst það líklegt að sé Geggjað kill Já, bara þú veist, ef ég er með 500 metra snæp til dæmis og bara þú veist, Það er agalegt svar maður já, þú veist, það er eins og við, sko, ég er náttúrulega tengi þetta freka við til dæmis bara ef ég bara, þú veist, ef einhverju var að fara að klemma sig Já, eitthvað, þú veist, það er hrikalegt Já, það er bara hrollur Það færði bara svona ógeðis hroll Herra, ok, geggjað kill í Call of Duty Rosalegt svar Ég meina, Hoppaði fram var þetta ekki gott svar? Jó, þetta er bara, hey það er enda rosalega að ná því, sko Do you, maður fyrir mig að ná bara þannig killi, þú veist, það er rosalegt Já, ég ætla ekki að fara Ég stekk fram. Ég varst með það, já Hann situr hérna Egil Henni þið Komum þetta aðeins þetta með hann Hann er þetta strax komin inn Herra, það er bara 3 í dag Og einfaldar, tengist allt bara Já Körunni frá því ger Já, tengist allt svona bara hvað gekk á í gær Fyrsta spurning Gæti verið erfið fyrir þig okay. Hvað er uppáhalds íþróttafélagið þitt í heiminum? Mátt bara segja eitt Ég má segja eitt, ok Alltaf þessi poppar upp með alltaf sjálfsögur strax Breiðablik og United Já. Svo margir þau líklega að giska á Ég held að þetta ekki Real og Juve þarna Þú veist, þú séu top 5 Já. Ég held að, sko, þetta er alltaf Breiðablik og United, þetta er svona Þetta er nánast 50-50 shit, sko Ok Ég verð svona jafn einhvern veginn Það heldur gaman samt að blikarnir eftir dollinu, sko. Það er kannski út og ég þekki svo mikið leiðilegum káeringum og svona, veist, öðrum stundum sem á Íslandi, mikið af vinum mínum sem halda með öðrum Já. sem hata Breiðablik, hann kannski ekta að ég segi Breiðablik. Breiðablik Takk. Já Það vona þá að Steindór segi United. Já, herru, þá Það er frábært. Næsta, hvað er mesta stress sem þú eru upplifað fyrir utan börnin? Þetta börnin. Já Ég var alltaf stressað með Já, þau þú var stressaður í gær. Já, Það er tengingin að það. Það er akkurat tengingin Ég Ég var að deyja, ég er ekki að grínast Ég bara, það var að líði yfir Það verður gaman að vera. Já, bara Gummi og Eiður sátu bara hliðina, voru grenjandi úr hlátur Sko, ég er svona stress sem einhvern veginn maður upplifað ekki tengt einhverju fæðingu eða eitthvað vesen. Sko, ég var alltaf heldur stressað fyrir prófum á sínum tíma. Ég var ekki einn af þessum the cool kid sem mætti prófa silkislagur. Já, ok Þannig að ég svona var ég bara Fyrstu prófkviða Já, ég leiða Já og svona bara hélt ekki haust þar í rauninni, sko. Nei, ég fekk engan prófkviða en já, því ég var búin að sætta mig heldur við liðlega einhvern Það er hræðilegt Ég tók alltaf all-nighters fyrir þessi próf sem mjög heimskulegt, sko, svona eftir á að hekja, sko. Já, Og þetta sofa fyrir heilan, sko. Public speaking er líka, veist, ég er ekki góður í því, sko. Þið eru betri í því en ég, sko. já því finnst erfitt að gegga að þú ert ekki búin að fá þér Já, veist, ég giggar alltaf bara ekki dag, ég er bara muscle boy, alltaf er bara, veist, ég er DJ Bara það, partí, sko. já. En ég er að tala um það er ekkert mál, sko. En ég er að tala um, sko, og varum með eitthvað ræður og þannig, sko. Það er streituvaldandi, public speaking. Samt þú ert Og íþróttir líka auðvitað, sko. Þú ert náttúrulega public speaking núna Ég hef setin með þér í herbyggi. Ég hef talað um að standa og sviði með mikrofón 500 mann sem er fram að það, sko. Ok En sko, íþróttir náttúrulega líka, veist, það er 5 minnir eftir að leik og sem Breiðablik og United þá máttu að skýta í sig. Já
Þú veist, þessu gær, ég var bara við stofu standandi, þú veist ekki þú fárveikur tindólsmaður, skilur Nei, tengingu En en ég hef svona verið veltað með hvað þess var ég að velja, sko Þetta allt einhvern veginn bara Hvað er þetta? Ég bara Ekki segja bara public speaking Public speaking Já Ok Það mér aldrei geta það, Steinþór, sko Því miður Nei, samt, jú, þú hefur náttúrulega maður rætti þetta við okkur Herru, þá er síðasta Hvað færið er gæsahúð? Hvernig færið gæsahúð? Já Sko, flott ræða eins og í bíómynd til dæmis, því ég heiti Independence í ræðunni í fyrsta skipti með Bill Pullman þá var ég bara ég aldrei fengið að ræða gæsahúð á æðið minni, sko það var ræða Það er gott líka að þú skilur spurninguna, sko Þú veist, ég líka bara, ég setar stundum á bara Ég fæ ennþá gæsahúð í Independence í ræðunni, sko Ég líka Al Pacino í Any Given Sunday Ósaleg ræða, sko, það er nokkur ræður góð ræða, ég elska það en sko, ég er aðeins að hugsa þetta upp átt, sko en líklega sem gefur mér oftast gæsahúð er líklega flottur söngur, myndi ég líklega segja og til dæmis, það er engin líklega með ofta á gæsahúð líklega en Sverrir Bergman og Johanna Mansves og Johanna það skiptir ekki máli bara þegar þau byrja að syngja það er gæsahúð, alveg saman hvað lag það er eiginlega þessi tvö, ég held að þessi tvö Mansves, Johanna engin að það manneskjur í heiminum gefur mig gæsahúð oftar má ég segja bara flottu söngur en í svega er það Mansves og Johanna ég gefur mig stenda ekstra punkt að það getur nefnt annarkvort Ok, þá er það komið Ég var sneggur en hann eða ekki Já, svei mig þá, aldrei sem vant Veitu hvað var hann að bladra eiginlega? Við fórum eitthvað spjall, já, hann var náttúrulega miskildi inn á spurningunum Þú veist að byrja að endur hugsa hann eitthvað Herðu, drengir, eru þið tilbúinir? Bara 3 spurningar í dag Þannig að 2 Ég ætla að stefna á að vinna það Já, ég man ekki eins og hvað vann síðast En þú varst orðin sjóðandi heitur í lokin hérna Ég ætla að halda þessu rönnu áfram Ég byrjaði svo vel í þessu Já, svo er Egil búin að taka bara fram úr Þegar Egil fór að taka þessu alvarlega, sko Ég er að þér núna, sko Ég ætla að vinna það nú Ég spurði Steinda Egil uppáhalds íþróttafélagi í heiminum Hvað sagði hann? Sko, þetta er 50-50 bet og þeir sem þekkið mér, þið veit að ég elska 50-50 bet ekki meir í heiminum, sko og nú þarf ég bara fucking deliver, sko þetta er alltaf afturhald ekki að Newcastle alltaf kemur eitt andri greina þegar ég ger ekki ráð fyrir hann kalli UFC sem íþróttafélag eða það er ekki að segja Mjölnir, sko þá hann elski Gunnar Nelson og myndi ríklega fara niður og hann geti það, sko Jesús almáttur Þetta lítur á afturhaldning Það er rétt, það er komið stig Þetta vel, maður Já, þetta var, og Newcastle var þetta líka Ég er á kokki, ég veit ég vinn Sterk byrjun Ég spurði Egil sömu spurningu Já, og ég er í rauninni þetta er 50-50 líka hér þetta eru Blikar eða United þannig að þetta er sko en ég minna þú veist, hann er úr Kópavogi hann hefur talað sig sem Blika nummer 1 Þetta hljóta að vera Blikarnir Þetta eru Blikarnir Það er rétt, helvítis maður Það er 1-1 Tvær spurningar að naskur alltaf maður Næ, ekki segi það nú ekki Það var helvítis, þú veit last þetta Ég spurði Egil Steindi, byrja á því núna Hvað er mesta stressið þú voru upplifað fyrir utan börnin? Já Hverju svaraði hann? Sko Ég mér datt fyrst í hug hvort það væri ef að brefin færu í 0 Já Býtu við, öll brefin þá, bara einu degi Hvernig gerist það? Hvað gerist þá vel? Nei, sko, kannski ekki alveg öll brefin en svona, þú veist, að komi einhver þungi Þú veist, ég elska að tapa, sko, það er uppáhaldinni Hann er eins og spilafíkildin, hann vil tapa Já, svo fór ég að hugsa, hann er alveg með maður í það, sko Þetta var svona, ég hugsa að sé eitthvað mikilvægur leikur og þá ætla ég að segja að þetta sé mikilvægur United leikur Nei, hann sagði public speaking Það streytu valdið fyrir mig Public speaking? Hvað er það? Það er saman hópa fólki bara standa ykkur staður og 500 manns Það er eina sem þú gerir öllum föstum Hvað er það? Ég set með þér og blöðin í herbyggi Já, en Hver er 500 manns inn Þetta er sam og ég sagði Ég veit að hálf þjóðin að hlusta public speaking núna En ég er ekki að horfa á þjóðin að hlusta Þetta er bara, fólk hlusta í bílnum og bara taka til í bílskotum með okkur í eirunu Þetta er þannig dæmi, sko Já, en akkur fer ekki Ég taldi líka banna Ég líka, þú veist Lærundi próf Ég skeit alltaf á mig þegar ég voru í próf líka og svo líka sýttu 5 mínútur í einhverjum fótboltaleik, sko Þú ert eiginlega með þetta Þú ætti að heyri Óla Jó keiraði bara á Dale Carnegie námskeið Það rúlar þessu upp Þarftu ekki alltaf að vera að tala við Ég er búin að lesa þá bók svona 40 sinum Það hefur ekki hjálp með neitt En hvernig er
Ég meina fjárþjálfun þarf ekki að ofta ávarpa eitthvað, nei ekki hóp Ávarpa með one-on-one, sko, kannski 2-3 mestalega. Nei, svo bara þarf ekki að vera talaði 5 metrar Ég skal hjálpa þér neitt Steindi, hann sagði eitthvað atvik sem kom fyrir í lífið hans. Já, ég get nokkuð vissi ekki nelt það. Hvað er mesta stress sem að Steindi eru upplifað? Sko það sem ég veit að stressa hann ekki upp til dæmis að það er að vera sein. Nei, ég þekki mjög vel. Já, ég get staðfest það. Hann stressaði hann ekki. Hann er ekki stressaður yfir því. Nei. Og það sem ég er að hugsa, stressa með samt hvað stressar hann upp? Sko, það sem ég veit að stressa hann upp, ég sé það bara physically gerast. Þegar það eru veirur og bakteríur í kringum hann. Eins og til dæmis í COVID-inu, sko, þú veist, þú sást honum bara það voru 40-50 penna og mástu því nærraði í knallinn, myndu bara glemma það í sama herbyggi. Nei, það var á mig. Þannig að það sem stressar hann upp veirur, bakteríur og global pandemics stressa hann upp. Já, sko, hann er að tala um eitthvað atvik sem gerðist í líf hans. Já, sko, máli er að ég er það er alveg rétt hjá þér, ég er mjög Það er líka bara stressaði þegar þú ert að fara út. Já, sko, sjúkdómar þú ert að kíkja á eldavílinn oft Já, en ég veirur, ég er ekki aðdáðandi að fá bakteríur nærra á mig. Nei, það er ekki aðdáðandi á því. Það nennir því enginn. Það er rosa skrítið ef það er eitthvað sem er að big fan. Mástu því nærraði, þú vorum að taka upp. Sko, máli er að nærri olbúa, það er að þeim, sko, sem er gott. Ég gerir það í dag, sko. Ég geti að gert það líka í tallinn. Það er brjálaðið samt, sko. Eftir þú fegst, gleymdu þessu. Gleymdu þessu, maður. Sæði ég það? Já. Þannig að hérna, sko, þetta er ok, þetta er eitthvað moment. Þetta er ekki moment og kerðir hérna á Súðarsbraut og veist pinnan í 50 skiptið. Það er ekki það. Það geta alveg verið. En var þetta eitthvað taka maður tökur velur en eitthvað þannig það? Ég þarf svar. Já, ég vannst eitthvað drasl. Eitthvað drasl? Nei, ég held sér ekki með þetta. Nei, ok, ég held kannski að vann edduna eða eitthvað, ég veit það ekki. Nei, þegar stóði mér og hann bergaði lífið minu. Yes. Já, það var reyndar já. Þú segir að sko Steindi hefur ekki alveg fengið átt að geta þetta. Hann hefur ekki fengið prófsið sem hann blöð er það með kúrikatt. Já, þeir að þakkast þetta. Já, sko, ég veit það ekki. Nei, já. Tókst sér Heimlich. Og ég er nokkuð viss að Heimlich sem fattu upp á þessari veislu er stoltur það. Nei, hann tók ekki Heimlich, hann kann það ekki. Þetta fór niður hjá mér en ekki upp. Þetta var eitthvað annað. Hristi bita niður. Já, það var eitthvað annað. En okkur skýrur það ekki. Þú veit að Heimlich er að rakin cash á því Heimlich. Að þú ert með nýtt koncept. Fólk leipir bitan. Steindan. Ámar ekki að fá okkar viðurkenningarskjál frá okkur björgunarsveita. Þú ert að útskýra hvað það gerði. Nei, þú ert bara ekki einu svona grínast. Eitthvað, þú hristur blöð. Akkur hringdi ekki í mig og sagði, herru, ég ætla að færa þér viðurkenningarskjál. Hann hristi mig með sko bara þannig aflið, bara eins og að móður er að lyfta bíl af barninu sínu. En bara liftur hann upp og hristir. Ég bara sveiflaðist út allt. Þú hristir ekki hristir hann. Nei. Ég er alltaf að segja þetta. Já, einmitt, og þannig bara hóstaði hann upp úr bitanum bara. Hún bara var alveg að fá það og bara kynnti. Herri, hérna síðast spurning. Ég spurði Egil hvað færi er gæsahóð. Steindi, hvað sagði hann? Það sem færi er allir gæsahóð. Sko, þetta er bara, ég hef nánast ekki hugmynd þetta, sko. En það er hvað, 1-1? Jú, þú veist, hvað færir drullir í þessu, ég er nokkuð sem ég sinni þitt. Já, það, þú veist, ok, hvað færir er gæsahúð? Þú veist, ég ætla að segja, sko, því að Blöð sagði mér að þetta væri jákvætt, þetta er ekki þá eitthvað sem þú er hræðið. Nei, þetta er ekki hrollur, þetta er gæsahúð, hann fatt það strax. Já, ok. Ég fæ ekki gæsahúð, ég segi eitthvað hræðilegt, sko. Nei, ég held að hann var að tala um hann ætlaði að segja paper cut svo þegar eitthvað klemmi sig. Já, þú veist, þá er þetta eitthvað svona pervert þú var gæsahúð því, sko. Ég held að væri, hvað gefur þau svona the chills, þú veist, með bara svona það er agalegt að fá gæsahúð yfir óförum annar. Já, það er, sko, ég hugsa að sé þá eitthvað svona gym stemning, sko. Gym stemming? Já, eitthvað svona 3 félagar að ná að lifta einhverju að maxa eitthvað og allir svona öskra hann sagði bara flottur söngur og sérstaklega það var Sverri Bergmann og Jón Guðrún og færi nótt gæsahúð. Já, ég bótti ekki gæsahúð flottur söng. Þetta var bara rétt svar. Já, þetta er bara flott svar. Það skildi spurninguna. Ég ætla ekki að dröðlega þetta svar. En því ég sé eitthvað lift að taka Maxi Beck, ég kannski ekki gæsahúð, ég er stemningsmaður, ég peppa það, sko, en gæsahúð, Nei, ég ætla þetta væri kannski svona, þú veist, einhver algjör góð stemning eitthvað. En nú ætla ég að loka. Sko, Steindi. Hvenær fær Steindi gæsahúð? Sko,
Þú verður alltaf haus Það er ekkert eitthvað svona, ég ætla bara að segja það strax. Það er ekki eitthvað Má ég segja það sem það er ekki þannig dæmi. Það er ekki hann Sko Það er bara að gefa Eina sem ég veist að það er ekki Ég held að Steindi sé ekki með upplifun eins og bíómynd og það er hann leggur sér í bíó Hann leggur sér í bíó fyrir bíó Það er ekki góð ræða eins og þér Hann horfður ekki á bíómynd og Independence ræðun og það gæði svo, hann sofandi, steinsofandi Já, þetta er alveg fyrir punktur í bíó, það jafngildir 8 tíma svefni í luxusrúmi og sefur í bíó, bara í 20 mínútur Þú veist, en þetta er ekki söngur og þetta er ekki bíó og þegar sko Þannig að þetta er líklega sko Þetta er eitthvað sem tengist okkur áfangast sem þú hefur náð Því myndir kannski að vera, þú sko þessi situr í pottun heima með red wine og þú svona fer að hugsa hvað þú náðu langt þá allir farið gæsa eða flott gel Þetta er svo ég er eina sem ég er flott gel ég er ekki búin að ákvæða hvert ég set en það ég heitur það Gæsaði flott við gel Það er alveg Þetta er bara af öllum svöruðinu Það ekki það hvað Það er að fá gæsaði Hvað ætlar að segja? Hann hljópa eftir einni 12-15 km eins og sko Bæta samkomu Það er þetta búið Er ég langt frá þessu? Já, hann fær gæsóð þegar hann er með geggjað kill í Call of Duty Hann var 1-1 stórmestari jættibli hjá okkur drengir Ef þú drepur einhvern headshot Já, þú veist, þetta er alveg Ég veist, þetta er bara sem ég sagði á hann sko Ég er raun ekkert sammála Ég er svo vel séð, þú tekið myndar í pottunum Ég er svona ekki frá því að sjáu svona gæsóð Þegar hann hugsa hvað hann er búin að ná langt Hörðu, þetta var 1-1 Þetta er bara stórmestari jættibli Þetta er ekki sveit Já, þetta er komið Er ekki bara Stóðu ykkur báði frábælega Takk fyrir Þetta var, tja Hér í FM 95 Blöð Það er gott lag Já, Egill peppaðist vel upp fyrir að byrja þig hérna Enda hans uppáhaldslag Þetta er eiginlega bara mitt uppáhalds Eurovision-lag bara of all time sko Það er máli Og þetta er ekki bara Það fleiri ykkurna sammála mér því að Tja er number 1 og Iceland top 50 á Er það vinstast að lagi á Íslandi í dag? Já, ennþá Eurovision-lagu búið sko, fólk er að elska þetta En já, talandi um Egil þá komið að spurningakeppni Gilsarans, ertu tilbúin í þetta? Ég er klár, en eru þið klárir sko? Þetta er King of Bender Er það keppni sem hann vill vinna? Já, þú vilt höndla Góðan Bender? Auðvita, allir sem har hlustað að fara á Bender sko Gert það í gegnum tíðina Nefna kannski John sem líka að hlusta okkur hlaupandi núna sko Hann er ekki á Bender en sko Hann er auðvitað að keira heima einhverju geggja Hann hlustar alltaf okkur í bílum Og það er alltaf að hlusta John We love you Benderinn er ekki algengur í dag sko Hann er alltaf AC tengdur Men allir króksar eru núna að taka góðan Bender sko Og það er máli eina sem var En ég var að kynna mér hvað er Bender og það er mismöndi sumir segja að Bender sé bara takkja dag fyllir aðri sem þeir geta sumir segja vika þú skipta skoðunar á hvað Bender er sko Ég myndi segja að þú þurfur að taka 3 daga til að vera komin á Bender Ég myndi segja að þú þarfst að taka meira en 1 Er það? Mér veist takkja dag fyllir ég ekki Bender Ég hafði á einhvern veginn Bender væri bara svona vika Já, en þú veist bara Ég myndi segja eftir 3 daga ertu komin á Bender 5-7 og svo bara heldur Benderinn þá bara áfram Út af máli Blöður mætti ammaliðið mitt svo fór hún til Amsterdam svo fór hún beint í Hlíðarenda lifti dollunni og nú er komin hingað í dag Þannig að þetta er old fashioned Bender en kemur ljós bara hver er betri í þessu Þannig að fyrst spurningin er bara mjög einföld Hefur þú tekið Bender á króknum? Já, náttúrulega ólst upp þar Góð punktur Ég held ekki Er það nokkuð? Þetta ofta eru fullar á króknum Já, þá er það alltaf bara verið 1 dagur 1 dagur? Já, ég held það Ég hef ekki rífaði í gang þannig Höfðu viktu að vera lengur á króknum en 1 dag ef við förum eitthvað Ekki saman, nei Við höfum alltaf bara tekið gigg og farið heim daginn eftir Akkur spurðu ekki hvort að við höfum tekið Bender í Mosó Ég er ekki með það á blaði Má það vera næsta spurninga? Hvað, herru? Það er ekki blaði Viltu ekki bara leifa honum að stjórna sína eigin spurninga? Blöð er komin yfir Þegar ekki verið fílu við því Ég glemti líka í smá stund að ég vil ekkert vinna þetta Svo rífa sig í gang okay. Varst að koma af viku Bender? Ekki viku, nei En vissulega drikkir nokkra dagir röð Það voru að viðkennast Stendi, ég gef alveg gæti þú varst í pottin Þú veist, það er ekki Bender Ég til að hlusta á það Ég heyri að ég er að fara að stúda þessu Ég var á reunioni Samt, þú veist eða ekki punkt út að þú varst á reunioni Á miðvikudaginn Með grunnskóla Já, reunioni Mósbæ Lesum við ekki hitt í 10 ára Lengra sko, þetta var held í 23 ára Shit Lappaði þú bara inn eins og Svo leiðis Eins og okkar maður í Kingpin bara og tókst pizzasneið og gast öllum 5 Nei, það er ekki þannig sko
Býtu, en ég náttúrulega, þá fekk maður sér sko Sér ekki Þú vildi vera nokkar þar, þú aldrei var í Union og svo verið í Blackouti. Nei, og bara allir að fá sér En hvernig var, nú voru reynskilin þegar þú mættir á svaði, fór alltaf hliðin eða? Ertu hvað rugglaður? Það er farið alltaf hliðið að finna, sko. Þið lesið mikið upp að hitta í 20 ára, svo voruð þið shit allt í núna. Það hittir alveg hverju mannski bara í búð. Bílaðist allt. Það er sko í alveg svona 40% af fólkinu býr ennþá í Mosó, sko. Þetta bara hitt allir liðið allt. Ég var að því. Ég var útsköðast með úr grunnskóli, ég hef ekki séð helmingina af þessu liði, sko. Ég hitti slatta í gær. Þú voru að hendi í reunion, maður. Já, þetta er góða punktur. Það til í gott reunion, maður. Lænaði þú þessu upp það? Nei. Það voru DNA það? Nei, hann er einu og yngri. Það voru skellur. En heyrðu eitthvað svona gasbrandi í salum? Herðu, hann er komin. Alltaf ekki að halda áfram í kemna. Hvað svona kliður salum þegar þú lappaði inn? Það kom ekki neitt. Og bara næsta spurning. Hefur þú startað Bender 11.00 á aðfangandi? Nei. Stendur þetta var heldur snögt nei hjá það, sko. Ég var 8 ára einu að þú hellir í það aðfangandi kl. 11.00. Sér ekki með jóladagur, þá er þetta í gýr. Eða ekki? Það er engin fullur og svo annar í jólum eftir það. Þetta er svo margt rangt af það. Í fyrsta lagi er, þú veist, opna maður kannski einn jólabjór svona 2-3 litið og ég er ekki að byrja Bender það sem að er ekki einu sinni fyllir í að fara eða það er aðfangudag, sko. Og við höfum talað margótt um það félagarnir og þið fáðu ykkur líka jólabjór og eða opnið einn á rauðvin á aðfangudag. Já, ég og blöðurum bara í náttgálan og 11 þá tók partíði byrjaði á þeir þá, sko. Nei, partíði er ekki öðruvísi á þeir, sko. Nei, það kom allir að hjálpa stað og svo er bara það í hanskapri steindarna, hann er aldrei farað á Bender jólin. Nei. Þegar þú tekur Bender er það áttu að hata lífið þitt eða bara áttu að elskar að party? Það er bara þegar maður elskar að party. Það var einmitt svarið sem vilt fá hann, sko. Stemningsmenn. Það er bara að vera með fólki sem hún dýrkar. Það er líka regla að aldrei drekka þeirri líður illa. Blöður hefur alltaf hamrað á þessa regla. Já, og þetta er góð regla. Hvað er regla? Aldrei að drekka þeirri líður illa, bara þeirri drekka þeirri líður vel. Bara drekka þegar þú ert út í stemning. Ég er nokkuð sem er valsar og held vel í sig í gær reiðir, sko. Fullur reiðir. Og það er ekki bara ekki bara proud af sínu lífi. Eftir langan Bender tekur stundu lekir til að rífa þig í gang. Nei. Þú mútt líka alltaf að spyrja spurningar sem veist svarið þeir. Við þurfum ekki svona svarið. Já, við erum lausir í það félagarnir. Það er ekki íbúfenn bara. Nei, ég tek ekki eins og íbúfenn. Hvað bara á miði fyllir ég að taka íbúfenn? Nei, eftir, þú veist, bara eftir jammið, skilju, eftir góða Bender, ekki beigur líka. Þú tekur alls konar töflur. Já, ég tek nú bara vítamín og svona, en einu íbúfenn, jú, ég slæði ekki töndina á móti því. Ég er náttúrulega slæmur í bakinu, sko. Sérstaklega eftir svona Bender. Er þetta bakinu þínu? Sérstaklega eftir Bender. Það er ekkert bakinu. Slæmur í bakinu á? Það er bara hausinn og sálðin. Nei, ég kom með tak í baki bara að sitja hérna, sko. Nei. Jú. Þú þrjúblöð, máttu fætti þetta í hálsund og þú sopnar í baðinu, máttu. Þú glemir því. Ég sagði eitthvað frá því, já. Ég var bara að glema því. Þú sopnar í baðinu. Já, bara í skrítnustu stellingu sem eins og eitthvað svona spurningamerki, þannig það var rosa. Svona samanbrotin eitthvað. Já, sopnaði ekki 4 tíma. Þetta var ekki bara smá. Á hlið í baðinu? Já, þetta ekki að hlið. Jú, þú ert í miðju baðinu, þegar ekki? Já, eins og ef maður liggur venjulega í baði, þá var það þannig að ég rauninni sko settist í upp og setti lappirnar upp við bakkarið og bakið upp við vegginn. Jú, þá ligg ég sko, þú ert í miðju baðinu? Já, ég sit í miðju baðinu. Á hliðið, af því að annars... Já, í rauninni, já, rétti að þér. Og þá var ég svona, því að það var svo heitt baðið, ég var bara betra að kólna þið. Og þá var ég allur upp úr og við það, þá sopnaði ég á okkur nátt, sko, ég skil ekki hvernig. Í 4 klukkutímar, sko. Og hausinn svona, ég var eins og ég var krumpaður í kúlu. Ég svaf þannig í 4 tíma. Sko, 2 blöð, þegar átt ammali dregur þá viniða yfirleitt í 3-7 daga Bender. Já, ég skal taka stig hérna. Ég reyni oftast að ná þeim í allavega svona 2-3 daga. Já, það er bara ég maður maður sem tókur ánká. Skammast mér ekkert. Þetta byrðið penguin squid. Ég er að spáðast á það hérna. Ég ætla að því að blöð er alltaf Steindi mætti ekki það. Þú búin að fyrirgefa að Steindi verða, mætti ekki ammali tókur ánká. Já, ég haf komin, ég haf með nýfætt barn. En blöð skammað mig reyndar mjög oft fyrir að halda ekki ammali upp á ammali. Þannig ég ætla að halda upp á stórt fertursammali. Já, það er skott fyrir þig. Hvað er mörg ánir það? Það eru Það er á næsta ári. Já, það er á næsta ári. Það er lengi að reikna það út. Blöð getur svarað á nú leitni. Ég svara að tala akkurat upp á mánuð. Nei, það er á næsta ári. Næsta, verður það sést wow, sést lok næsta árs
ég að fara í að party þá? Ferðtöksamali. Já, og ég að mynda að spá sko, ég ætla að funda með blöð fyrir þetta ammali af því að hann náttúrulega bara master af Já, og þetta ekki bara bendið? 5, 6, 7 Ég veit ekki með 5, 6 en það verður gaman að ég myndi ná kannski 2 sólaring Það rosalegt, þú veist allavega sko, það er mjög létt Þú tóti trailing, þú þarf punkt núna Steindi, það verður ekki að þú myndi á punktuna og Steindi með Svenni Eftir langan erfiðan bender þú 2 cm í sófanum heima huggar þú við það og allavega séti Það er komin aftur með þetta Það var ekki sigur hjá mig bara Seti en aftur mættur Já, Seti getur ekki bara að mæta aftur Seti en hefur komið Nei Huggar ekkert þegar þeir þunnir Nei, ég hef aldrei huggað með því Seti og það mun aldrei gerast ég vann þetta, ég er king of bending ég tek það stoltur hérna á þessum degi nýjóðnir Íslandsmeistar og ætla að setja á rosalegt latringir, þetta er Summer Baby með Vibe og okkar manni Little Curly okkar menn með nýtt lag Disco Curly er svona kallað sér hérna tjekkum hann FM 95 Blu á FM 957 í samstarfið við Dynout og Loopmynd Mania Merch FM 957 Nárið það eru Loop og Dynout sem færi ykkur FM 95 Blu hér á FM 957 og drengir, ég er að spá í að hendi ykkur í sturlaða staðrindir sem þær fengur frí síðasta föstudag þannig að með það tilbúnar hérna og þær eru bara nokkuð góðar Það ég elska við Dynout er og ég hata símtöl og ég tala aldrei síman, ég ekki mann ekki að tala síman síðan sko, kannski 1 símtál á viku, kannski 2 Já og þú veit, þannig að þú getur panta í staðar hringja á veitingastæður það var Dynout og líka bara keypt gafabriðara og herðu, eru þið tilbúinir? Snillíkur sem bjóta til Við erum klárir Sko, fyrsta hún hefur komið áður mér finnst hún bara svo merkileg, ég var að sjá hana í fyrsta sinni í langan tíma og það er eiginlega bara ótrúlegt að geitungar þekkja andlit þannig að þegar þið haldið að geitungur sé bara í kringu þig að því að hann veit ekki betur hann man eftir þér Sko, þekkja andlit, en hversu lengi? Það stóna blekki, sko Þannig að þú getur verið að díla við sama geitungin kannski sumar eftir sumar Ef að Steindi slæran segjum að setja okkur torgi eða eitthvað að draka bjór Svo við lendum einu sem við vorum á fabrikunni í Kringlunni og vorum terroræsaðar af geitungum Já, en þú veist betur og átt ekki að sláta þeirra Nei, sérstaklega núna þegar þeir mun eftir þeir eru ekkert að fara að láta þið friðið þá Ó, ég ætla aldrei að slá aftur geitung Þekkið einhvern sem hefur verið stungin af geitung án þess að hafa verið að fíblast í þeim Veit það ekki Þú veist, hefur ekkert að vera veistum einhvern sem bara lappa allt innu kemur bara geitungur og flýgur á hann og stingur þig En hvernig er það, ef þú ert stungin af geitung það er ekki eins og þetta sé eitthvað eða Nei Þetta eyðilegur ekki daginn fyrir það er gæi á YouTube ofnæmi kannski það er gæi á YouTube sem er að láta dýr stinga sig með upp á þessu rási mín á YouTube Það er skrítið og hann metur sársökun bara svona skala og hann myndi grenja á hlátri ef þú veit að við sem að töðu þessu íslensku geitungu sko, því að hann láta alls konar weird shit stinga sig sko Þú veist, hann myndi bara, þetta og ætlalega finnur ekki fyrir því Það fær bara út brott En ég samt ekkert eðla hrættu með þessi helvitis kveikindi Já, þú ert hrættastur af öllum við þetta Það er alveg ógeð Sigir bróðir, hann var stungin að geitungi í Þýskalandi í 3 ára Ég man eftir það, til myndir á honum með þetta Að þá geitungurinn fer sko flýgur hjá eiran á honum og hann tekur utanum og lokar hann inni og geitungur stingur inn í eira Það var snuðt hjá hann Já, þú veist, hann er bara krakki, 3 ára veit ekki neitt og hérna, en ég sko flest allir sem er stungnir, þú veist, auðvitað er einn og einn sem er kannski bara verið randóni stungin að geitung, en ég held að sé aðlega þú ert að leggjast á þá eða ert eitthvað að lappa fram í okkur búi og sparkar í það ég veit ekki Pöngast inn Hvernig er það að var stungin í eira, þú veist blésan allir út og svo er pure luck mennstu því að það var stungin í Martin Short, það var í flugul og stungin I'm fine Já, var það þannig? Nei, það var þetta ekki þannig Hann var hérna mánaði Ef að taka smá flip ef að láta stinga þig stendur þú segir okkur svona bara hvernig það var stungin að Ég veit alveg hvernig það er Ég, þú veist Var gaman, var skemmt Ég myndi aldrei vilja vera með YouTube-reikningar sem ég er að láta dýr stinga Nei, þú veist, ef þú stungin að geitungi ef þú ert bara ekki með henni dónum og svona það færðu bara svona kláða Þetta er alveg veist að sem öskar hann alveg þegar það er eitthvað nokkra pöttur hann sem er eitthvað álföru vesen sko. Skóamítillin er eitthvað sem við viljum ekki sko. Það er, ég er lofandi hættu Þú finnur ekkert fyrir því, það er að hættulega við það, þú finnur ekkert Nei, sko, ég fer ekki Hörðu, við líka steik og rautt mítill daginn Nei, steik og rautt mítill Já, hörðu, það er eitthvað mítill sem og ofnaði fyrir steikum að eilíu, getur ekki steik og rautt lengur
Er hann í steikinu? Nei, leif hann stingu, þá varum við ónæð með fyrir steik. Er hann nýr? Já, þú veist að það er hræðulegu mítill, frekar tökum við hinn sko. Nei, þá vil ég frekar hægt að borða steik heldur en hitt lændisís í viðbjöður. Þú veist, lamast að hinn, en málega er að sko Egill ef hann stungin einhverju mítill og má ekki borða steik og drekka rauk. Það er rosalega skellur á þeim. Steik og raukt mítill, ég lafrættu hennar mítill sko. Steik, akkur ekki þá bara pizza og burger, kjöt í Ég hefði bara viðtalið kóngin Friðrik Jónsson eða kóngurinn eins og við kalla hann. Var hann stungin af þessu mítli? Þessi mítill er amerískur uppruna, segir hann, og veldur kjötofnæmi. Já, það er ekki bara steik. Það er kjöt. Það er bara ég get ekki fengið verið eina með öllu sko. Ég er nokkuð vissum að segja red wine líka í þessari grein sko. Það getur ekki hræðilegu mítill. Það er engin tenging. Það bara strax. Herðu, næsta, það veit engin lokaorð Einstein því að hjúkrunarkonan hans kunni ekki þýsku. Og þá var að vera að reyna að pumpa hana og eitthvað hvað hann hafi sagt, en það veit enginn hver lokaorð. Það er legendary lokaorð. Það er þreytt. Hann gæti að vera bara einhver legendary uppfinning. Hann hefur bara að plana lokaorðin. Já, hann er maður sem planaði lokaorð. Lokaorð Steve Jobs var oh my god, it's amazing. Það voru síðust orð hans. Mást í Steypustöðinni þegar við gerum sketsum mann sem var að reyna hendi hennu fullkomni lokaorð. Mjög gott. En býtu, strákar, Einstein, þetta er insane fact on á hana. Hann var alltaf í eins fötum, vissu það? Það er bara eins og Steve Jobs. Já, Jobs hefur tekið þetta frá honum endilega. Það var ekki með svörtur úrgabeysuna. Nei, basically fattaskapurinn var bara því að þá spara hann tíma að vera ekki að pæli í hverju nætlar. Og það er bara allt eins. Snutt. Já, ég spáði þetta að gera það. Svo er það næsta úlingar í dag drekka töluvert minna áfengi heldur en síðustu kynslóðir. Þannig að úlingadrykja er að minka. Já. Þetta er ekki svo þegar við vorum á króknum. Nei, langt í frá. Við rættum þetta við DNA-mannin í blöðkastinu síðastæði. Og hann var að tala um að væri sko það búið að vera herferð gegn áfenginu sko. Já. Það var að kalla þetta eitur. Þannig að sem þetta er líka. Já. Svo er það næsta Johnny Depp. Já, þetta, ég er ekki viss með þess að koma aður. Johnny Depp þjáist af kolrofóbía sem er ofsarhæðsla við trúða. Ég skilir það nokkurnu einn sko. Johnny Depp er hrættur við trúða. Það er margir sko ofsarhættur. Margir eru mjög hræðilegir sko. Ég held að fólk tengi við þetta sko. Trúður er Hvað er svona þekkt eftir trúðu landsins? Hvað er svona frægast eftir trúður? Tralli. Jú, Tralli trúður. Hvað getur hringt í núna morgun og bara fengið trúð heim? Bara í skónum og er ekki trúðurinn svolítið að degja út? Þú veist, þetta er viðskiptækifæri sem er breytið $1 í 2 sko. Ég veit að bóka trúð hendur í morgun. Það er pottet einhver aktífur trúður sko. Já, pottet. Sem mætir og er með vatn í blómi og allt þetta sko. Prófaði bara að googla trúður á Íslandi. Já, lítur Skotin hafði það. Já, það lítur að vera sko. Trúður á Íslandi, er engin með þetta? En þegar þú segir þetta, ég hef ekki séð trúð lengi. Sko, hvar ættu við líka að sjá hann sko? Barnaafmælum. Já, barnaafmælum. Umkringdu börnu núna. Eða á einhverju svona útiháttíð sko? 17. júní eða eitthvað djúvel. Já, ég meina þetta er einhverjum hlusta sem er atvinnulaus. En kannski er þetta því að þeir eru nokkuð svolítið skeri sko? Nei, bara stemming í trúð. Hvað er þetta? Herru, svo er það næsta. Já, herru, nú getið ég tjekkað drengir því að ég las þetta og þetta virkaði. Þú hugsar aldrei blikk þínu, þú ert að blikka augunum fyrir en einhver minnist á það við þig og þá tekur þau mjög vel eftir næstu blikkum. Já, nú er ég spáðið, ég væri spáðið á hann sko. Núna finnur, og ég held mér þess að maður byrja að blikka oftar þegar maður byrja að hugsa út í þetta. Já. Núna finnst mér alltaf að vera að blikka. Þetta bara ekki að blikka. Nei, þegar sko ef maður er djúpt í einhverju brainstormi að ég fæ að heyra þetta mikið heima sko, að maður er að pæla eitthvað og maður er eitthvað komin í águr slóðir sko, þá fer blikkið og andlitið á mér bara á flegi ferð og það fer að potið þið eitthvað tekið eftir þessu? Nei, en ég er svona sjálfur bara eins og í gæri, ef ég er stressað þá er ég alltaf í andlitinu á mér Sigur spyrstum bara hvað er að gerast með því þá er ég stundu bara, það er eins og ég sé bara í grettukerninu sjálf Svo næsta, Bill Gates er ríkar en 125 þjóður í heiminum. Allt eðlilegt 125, þú veist hann er nóg cash. Já, það er ekkert eðlilegt við þetta. Nei, Bill Gates. Já, það er nóg til þar. Svo er það hérna, næsta mæ er sá mánuður sem fólk er graðast í. Kannski ekki á Íslandi núna því að þetta er búið að vera ógæslegt. Mæ? Og ég haldi að vera apríl. Ná? Akkur apríl? Bara þegar það er út að fólk er vorni. Vorni, já. Þetta er meika sætt, bara þegar veðrið verður betra þá ertu meira horni. Það er ekki gráður í janúar sko. Hvernig eru börn að fæðast á? 9 mánuðum eftir mæ og hvað mæ er 5. mánuðin og þá ertu að tala februar. Já, þetta er margir sem þekki sem eru fættir í februar sko. Já.
Já, bara bróður mér og sýsti mín eru bæði í februar. Mamma og pappa eru mæfólk sko. Já, það fyrir baki í mæ, þú veist það eru That's a fact. Það er ekki góða upplýsingar. Það veist ekki svona. Þú veist ekki að hugsa eitthvað mikið. Þetta er apríl eða mæ, annarkot er blöð að ljúa og þetta er apríl. Það er næsta, ef þú setur tungun upp í góm þá finnur þú ekki lykt. Þessi er ekki rétt. Nei, ég ætla að ef steindi með það rífa núna. Þessi er ekki rétt. Ég vissi ekki, ég hugsaði það er ekki lykt að þinn í stúdíu. Steindi fór náttúrulega beint í veipið sitt sko. Já, þetta er ekki rétt. Það er að testa þetta bara, vel gert. Þetta var alltaf þetta bara njör. Já, ég var svolítið seinna að hugsa þetta, ég fattaði bara þegar ég kom á Og mæ er rétt, allir með 12 í mæ. Já, mæ er rétt og svo er síðasta sturlaða staðinn dagsins að Tindastóll er Íslandsmeistari í körfubolta. Það er rétt. Þetta voru sturlaða staðrindir, drengir. Það var flott í dag. Já, herru, ég er með gott lag hérna andur okkur. Hvernig líst ykkur á þetta? FM 95 Blu. Það eru Keiluhöllin Egilshöll og Túborg Léttöl sem færa þér FM 95 Blu. Hárið, það eru Keiluhöllin og Túborg Léttöl sem færa ykkur FM 95 Blu og eftir að settum lás á Túborghjallin þá var til bjór hérna í dag sem var helviti þægilegt. Tilbreyting sko. Já, svo var 80's þema í Keiluhöllinni og já, það er Herbert Guðmundsson annar kvöldrengir. Það er rosalegt. Við erum konum með góðan gestinga í stúdíóið, það er drottningin okkar Svala Björgvins, verður velkomin. Takk. Hvernig ertu? Ég er bara mjög góð. Er það ekki? Jú, nýtt lag og Já, svo. nýtt lag, er það ekki alltaf stemming? Það er alltaf gaman sko. Já. Líka bara, þú veist, hérna með Inga Bauer á íslensku, bara svona sumar, klúbba, banger. Ég er bara komin aftur í svona eiginlega bara, já, klúbba elektróniska tónlist aftur sko. Bara stílord, bara. Já, bara, veist, ég er bara að finna mig mjög mikið. Ég er búin að vinna með Inga núna í svolítið tíma og ég er að finna mig rosa mikið Það er í meistari. þessu. Hann er geggjaður sko. Hann er rosa klár. Það gera meira þessu. Já, topp maður. Gera meira þessu. Já, að við erum að fara að gamer, gera, við erum að fara að gera fleiri lög og hérna og fæ ég mitt eitt gest í næsta lagi sem að verður bara epic sko. Hvernig var það samstarf til? Við gerðum sko þannig að jólalæg með allir plótir fyrir FM 2019 undir mistilteini með Inga sko og þá var ég bara við verðum að gera eitthvað saman og svo bara einhvern veginn, já, bara vorum við bara let's do it og gigga í sumar og já, ég var bara í byrjun í janúar bara hæ Ingi, getum við gert núna músík og bara þú talar fyrsta manneska það er bara 2. janúar sko já, mér er alveg sama, let's go veist vel það Hvernig er hérna, mér langar að spyrja nú á Eurovision og ég er alltaf að heyra fólki sem er bara keppt í Eurovision þeim er flogið út allan heim, ert þú að fara á svona einhverja staði og taka Eurovision lag og... Þú veist, mér er alveg við boðið það sko ég er bara ekkert verið nógu góð í að sinna þessu Eurovision dæmi sko en mér er alveg verið boðið mitt að spila í svona partíum og eitthvað og ég bara, þú veist, ég er ekki alveg nógu mikið inn í þessum heimi sko, mér finnst það geggjur keppni og róslega gaman að vera með en ég er ekkert svona eitthvað brjálæslega mikill Eurovision addict eða svona fíkill skilur þannig að, en þú veist þetta eru alveg die hard aðdáendur sko Eurovision liði sko Hvernig er eins og bara, er ekki stress þegar maður stígur á sviði Eurovision, er það Ég meina, hjá mér var ekkert stress Við vorum búin að gera reynsli skiluru í 12 daga streitt Þannig að ég var búin að gera þetta 12 sinum áður en ég kefti sko Þannig að þetta var bara svona þú veist eins og bara að fá sér vatn að drekka Þú veist maður var búin að gera þetta svo oft skiluru Þannig að stressa að farið Já, alveg farið, það var bara í fyrsta reynsli þá var ég aðslega stressu og svo bara var ég búin að gera þetta svo oft Þú veist að þú færð svo mörg reynsli að það er allt bara orðið smurt og klárt og þú bara gerir þetta næstum með loka augun skilur Svo margt sem ég langar að vita með þetta Þú veist, Þetta er ógeðslega eins og öll atriðin Fá öll atriðin jafn mikið budget Nei Það er ekki svoleiðis Nei, nú er ég örglega að segja ykkur leyndamáli en það eru löndarnar sem eru með marga milljónir í budget sko. Þannig að þetta eru þá væntanlega, þú veist, að því að ríkistofnarnir kom alltaf með eitthvað budget svo væntanlega bara fullt af ykkur öðru budgeti sótt Já, því að fullt af þessu liði sem er að keppa eru popstjörnur í sínu landi og búa marga milljónar þar og þau eru með, þú veist, kannski label og bakvið sig og þess vegna eru þau með crazy props og það er mörg lönd með alveg rosa budget í atriði sín sko. Hver sér þá budgeti til dæmis í okkur í Power Það er bara þú veist, það er bara RÚV sem sér það og hérna, eins og ég segi, þú veist kannski má ég ekkert vera að tala um þetta en þú veist ég fór hann út og þú veist, ég var bara wow, þú veist, budgetin hjá sömu löndunum var bara crazy, sko Við erum að eiga það meira í, þú veist, sjóið Það er alltaf málið, sko og það er alveg bara, þú veist, ég held að þeir séu líka bara, þú veist, að kaupa auglýsingar á Spotify og allt, sko, þú veist, að því að
og svo náttúrulega, þú veist, kemur þetta frá löndin eru með marga milljónir manns, skilur, þú veist, það er erfitt fyrir okkur að keppa við það náttúrulega líka. Já, við erum með einhverja söfnun bara. Já, og sumir af þessu sem að keppa hafa keppt í, þú veist, Eurovision Juniors, sem er, þú veist, fyrir yngri krakkar. Þannig að þau eru komin inn í það og þú veist, þetta er rosa Eurovision Juniors? Þessur ekki af því. Það er krakka. Það er rosalega. Þetta er alveg svona industry, sko. Er þetta betta? Þetta þrýsting á Ég held mér að einanna sem var að keppa núna var í Eurovision Juniors eða eitthvað og hún var að keppa núna sem, þú veist, í fullorðins Eurovision. En við Íslendingar hafa aldrei keppt í Eurovision Juniors. Við erum ekki því, Sendum eitthvað grislingi það. Já, nákvæmlega. Ég held að það sé ekki skemmtileg keppni. Já, sko, við bara talandi barnastjörnum sem er ennþá bóstjörnum í dag, bæði þú og Jóhanna Guðrún hefðu getað rúllað þessu upp. Nákvæmlega. Lífið leið. Ég held samt að þetta sé tiltölulega nýtt, sko, þetta Eurovision Juniors, sko. Ég held að þetta sé kannski svona 5 ára gamalt eða eitthvað. En þetta er ekkert eitthvað svona eins og fegurðarsamkeppni krakka, þetta er engin Nei. En þið heldur haust, þið eru barnastundur sem heldur haust, þú og Jóhanna Guðrún, þið eru ekki með allt niður ykkur í dag. Nei, nákvæmlega, þetta er bara, þú veist, eins og pappi segir oft, sko, það er ekkert mál að meika, en svo er rosa mikið mál að halda sér, þú veist, gangandi, skilur af því að, þú veist, það er málið, sko, þetta er upp og niður, maður þarf alltaf að vera, þú veist, að höstla áfram. En það er sko, pappi er náttúrulega líka tekið þátt í Eurovision. Já, en hann var sendur, mástu. Já. Þá var engin keppni. Það var sérst, Palli var sendur, Selma með Óláturlokk og pappi. Já. Það var svona bara búið að ákveða, var engin keppni, það var bara samilag, sendt út. Gekk allt vel. Ég man ekki, ég held að þetta var á tíma þegar mátti ekki syngja á ensku, mástu. Nei, alveg rétt. Já, hann söng þetta á íslensku bara. En hann fór svo keppnum bara allan heim í söngakeppni. Já, svo fór hann bara, þú veist, og var alveg í Tyrklandi og Írlandi og, þú veist, bara eitthvað að syngja tyrkneslag og eitthvað. Þú veist, hann var bara að fóra all in í þessu Eurovision dæmi. Já, sem ég vissi ekki En þetta er ógeðslega gaman að fara í þessa keppni. Við vorum hann í 2 vikur í Úkraínu, í Kyiv, og þetta var bara ógeðslega gaman. Þú veist, við vorum í 2 vikur geggjaður hópur, ég held að við vorum 20 manns eða eitthvað og það var bara svo gaman í okkur. Þú veist, ég er náttúrulega í viðtölum alla daga og gigg alla daga, en þú veist þessi hópur, það var geðvegt stuð, sko. Ég trúi, ég var alveg til að þetta er alveg svona smá. Það var leiðilegt fyrir okkur að fyrir hópin að komast ekki í final hann á lögut. Menn einu helviti sæti. Ég veit. Með viðbjörnslega riðil, lönsu krussu og ógeðslega leiðilegt að því að svo er hún bara mögnuð og bara geðvegt lag og ég meina, þú veist, svona er þetta. Langt best af kvöld, sko. Stundum er þetta bara svona. Ég meina, í mínum riðli, þú veist að við vorum margar svona með kvennfólk í mínu riðli ekkert á okkur komast áfram og bara kallmenn, sko. Sko, við vorum að tala um á þann að dómnefnd væri, að ég ekki vera dómnefnd í Eurovision, það hefði samt hjálpað okkur í undakemni, sko. Ég held það, sko. Þú veist, við hefum alltaf unnið dómnefndina, sko. Já. En Ein í nótt, titillinn á nýja laginu, eitthvað á baku það? Já, þetta er svona, þú veist, úr að fara út að djamma með stelpunum og það er bara þú og vinkona þínar og einhver gaurar eða neitt, þú veist, þið geta reynd en það er bara þú og stelpunar og þið djamma og það er ekki perrar hangandi í kringum ykkur. Nei, þú veist, þið geta alveg reynda, skilur, en það þýðir ekki neitt, sko. Þetta er bara girls night out. Algjörlega, en ég held samt að þetta verði svona guilty pleasure hjá gaurum líka, þetta lag er bara algjör clubbanger, sko. Já, við erum að fara að hækka þetta í bott, Svala. Þetta er svona hækki botlag, sko. Ein í nótt og bara við dýrkum og takk fyrir komuna, elsku besta. Það er árið þeirra að hlusta hér á FM 957 og þátturinn heitir FM 95 blöð fyrir ykkur sem voruð að stilla inn og drengir, þetta er bara fljótt að líða. Klukkan er bara að fara að verða 6. Já, sko, ég á inni Hátið þú fellow kids og hvort myndu frekar. Já, það er rosalega. Já, líka hann deluxe útgáfan. Já, hún verðist einhvern veginn aldrei alltaf að ná inn hér. Það er mjög sjaldan sem mínu liðið kom inn, en þegar þeir komast inn þá eru þeir rosalegir, sko. Það er líka við töluðum svo mikið í byrjun og svo allt Svala í speltil okkar, alltaf gaman að hitta hana. Já, líka hún er alltaf skemmtileg. Já, alltaf upp á 10. Hvernig er helginni okkur drengir? Já, ég er að fara norður. Þið eru að fara á road trip, skemmt að Þórsurum. Já, þetta er alltaf geggjað, sko. Þetta er alveg kvöld, sko. Þetta er líka verið það er herrakvöld, konukvöld og svo saminast þetta í sjálfan á balli. Þetta verður rosalegt kvöld. Stóri alveg svartur þarna. Þið þurfa hann er með nýtt lag skila kærleiskveðju á Stóra. Já, var ekki úr því. Lag bara í dag, sko. Við þurfum að fá það í kerfið svo getur spilað næsta þetta hérna. Þannig að þetta er Hamarinn. Það er alveg nafni á Stóra, Hamarinn. Spenntur að komast norður. Það er alltaf gaman fyrir norðan. Og sko, það er ekki bara það, drengir. Ég og Blöðurum stattir í Netto á Glerártorgi. Fyrsta vörukynningi mín á ferlinu. Já, við og Blöðurum að fara með vörukynningu. Já, ég elska. Verði í svona Netto svöndu eða ból eða við verðum í Celsius peysum. Netto Akureyri, hvenar getur fólk komið og spjallaði félaga? Sko, vörukynningin er milli
4:30 á morgun í Netto, 4:30 við blöðum mætum hérna Þið pínu eftir ykkur ekki flogið eða ekki? Já, við mætum ykkur tíman yfir á þessu tímabili og kíkjum og hérna þá getur fólks smakað Celsius Er ekki 2 nettóstaðir, er það Glerártorgi eða Hrísavönd? Þetta ég sínst að sko my research segir mér þessu 2 nettóstaðir á Akureyri sko. Já, þetta er Glerártorgi Glerártorg og þetta er þið giggið eitthvað þar? Það var skemmtilegt Það er best að gigga æðið mín Þannig erum við basically bara mættir og taka Við erum bara að taka spana og smaka smá koffín Frýtt koffín Bara eigið góða helgi kæru hlustendur, við verðum mætti með blökasti á þriðjudaginn og við erum að fara í tökur á bucketlistanum á mánudaginn þannig að þetta er inn og bara klárt og bara svo verður hér allir næsta föstudag ég óska bara öllum í Skagafirði sturlaðri skemmtun í kvöld með allt saman en hérna sko bucketlistin drengir, hann verður rosalur getur við sagt aðeins hvað gerast Bjöllin eru að fara að gefa agli acting tips Sko ég setti á, erum allir konum ykkur 35 atriði á listan okkar og mér langaði bara að tilla með, sko, ég sá þetta fyrir mig bara sætum, maður setja saman rauðvínsflaska á borðinu við erum bara að drekka raukt og hann er að gefa mér acting tips, það var svona bucket list koncept það var bara að gerast Já, en ég var líka til í að þú farir í alvöru challenge, þú veist, bara þú er að gráta og þú er að fara í alvöru senu Ég er með besta leikar landsins að skóla Já, og þú getur bara nýttir tips, þú veist að fara að fá alvöru tips En herru, drengir, eitt annað hérna, smá DNA-maðurinn stættu fyrir norðan og það eru örfáið meðar eftir á giggi hans í kvöld á Akureyri Svo er hann á Egilstöðum og lögðu Hann verður á Nei, hann verður farin þá Hann skilur ekki gott með Hann er bara að túra Ég er ánægð með hann Menn fara bara að túra landi Rétt Tjekkið á því bara góða helgi Annars elsku bestu og við bara heyrumst vonandi á þriðjudaginn Annars á föstudaginn